Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu nú þegar að fréttum lokið, þriðjudaginn 25. nóvember. Það margt að vera hér við borðið í kvöld sem endra nær, en við ljúkum þættunum á Katrínu Ingu Jónsdóttur Hjördísadóttur, listamanni og forsvarsmanni Fyrirbæris sem listamannarekið skapandi rými í miðbænum, og Magnús Ebbi Ólafsson, tónlistamaður og forsvarsmaður fyrir tónlistaþróunarmiðstöðina úti á Granda. En þau ræða hér við mig, Marju Lilju, list í borgarrýminu og mikilvægi þess að hafa afdrepp fyrir skapandi fólk. Katrín Júlíusdóttir var eitt sinn ráðherra, en hún líka rithöfundur og fagnar útkomu nýrrar bókar þessa dagana. Í samtali við Björn Þorláks lýsir Katrín kúnstinni að lifa og skrifa. Þorberg rakari hefur klippt og rakað í 60 ár og hann að nað. Hann fer yfir feril sinn og tengslin sem skapast oft á milli hárskera og kúna, og hann ræðir hér við Björn Þorláksson. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, ræðir við Gunnar Smára tillögupunkta Donald Trump sem að hann telur að geti stöðvað stríðið í Úkraínu. Þetta raunhæft? Við komumst að því hér eftir stuttar auglýsingar. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, þá það komið á heimsmálunum og ég ætla að slá á þráðinn til Hilmars Þórs Hilmarssonar sem staddur í Bangkok. Blessaður Hilmar. Ég ætla nú að byrja á því að biðjast afsökunar vegna þess að ég fæði hérna til þess að vera með svona skýringar á heimsfréttunum, en staðan í dag og undanfarna daga svo óreiðukennd að það ekki nokkur von að okkur muni takast að greiða úr því, held ég. Það veit eiginlega engin, eða svona miðað við fréttir, þá eiginlega engin leið að draga fram svona hvað raunverulega að gerast. Þetta mjög kvikt. Nei, það ennþá mikill ruglingur, og þessi 28 punktar sem voru birtir þarna stríðsins hafa aldrei miklu kjaraflokki, sérstaklega í Evrópu og svo líka í Úkraínu. Og svo virðist vera ágreiningur innan Hvítahússins að utanríkisráðherrann ekki á sömu blaðsíðu og varaforsetinn. Þannig og Trump líka virðist vera skipt skoðun. Hann kom fyrst með þetta og vildi fá svar bara fyrir Thanksgiving, fyrir fimmtudaginn, vildi fá svar hvort að Úkraína myndi fylgja þessum 28 punktum. Hann búinn að draga í land með það núna eftir sín skil og sagði síðan að þetta veri ekki endalegt. Þannig það svolítið erfitt að átta sig á þessu máli og Rússarnir virðast vera nálægt í að geta fallist á þessu 28 punkta og var ásakanir það að þetta hefði bara verið samið í Moskvu. Það ekki alveg ljóst hvernig þetta var samið. Ég býst við því að margt af sem þarna hafi verið rætt í þegar Putin og Trump hittust í Alaska, og Sergei Lavrov, hann vísar alltaf í það fyrir hönd Rússana að hann vilja halda sig við það sem þar var rætt, og mér skilst að þessi svona tenging á milli þessu 28 punkta, en ég held bara að það sé hann sem ekki bil á milli, og núna Marco Rubio farin að taka þetta og breyta þessu í 19 punkta og taka meira tillit til Úkraínu, en þá spurningin hvaða Rússarnir gera. Ég hef alltaf talið, ég tel það ennþá, að það beri svo mikið á milli að það sé ekki mjög líklegt að það nái samkomulag alveg á næstunni. En þetta er náttúrulega eins og þú varst að segja, þetta er náttúrulega allt á fullri ferð og það erfitt að henda reiður á
og það eru komin nokkrar ólíkar útgáfur af þessum pappírum sem í dreifingu sem maður að skoða. Já, mér langar aðeins að velta einu hérna upp sem hvaðan koma þessir punktar, akkur koma allt í einu svona fram, því að í Alaska-fundinum þá virtist Trump vera svona cirka á þessari línu og svo munum við það að hérna hann kallað dvergarnir 7, það voru leiðtogar Evrópu sem kom í Hvíta húsið til hans og svo kom Zelenski líka og þá svona vék hann frá þessu. Í september var hann komin á það að Úkraínumenn gætu unnið stríðið ef að Evrópumenn myndu safna peningum til þess að kaupa vopn af Bandaríkjunum að þá myndu Bandaríkjamenn halda áfram að senda vopn til Úkraínu og líklega einhverja hernaðaraðstóð en þeir myndu ekki borga krónu og það var svona línan þangað til að þessi punktar koma svona skynsamlegasta skýringi sem ég fengi á því af hverju þeir koma svona skyndilega að Trump hafi fengið svona mat á stöðunni á vígvellinum að varnir Úkraínu væru við það að falla, þeim gengi mjög erfiðlega að manna fremstu víglínu, það nú sögur það að fólki eða mönnum fyrst og fremst séu bara reyndbund rænt og flutt á vígvöllin og síðan komu þessar fréttir spillingarmál það sem verið að stela ég held að sé næstu 13 milljarðar íslenska króna sem var nefnt í þessu máli sem eiginlega nánustu samstarfsmenn Zelenski sem að tengjast því máli, það kom bara upp rétt fyrir helgina og að Trump hafi bara metið það skyndilega að staðan væri þannig að það yrði að bara slökkva á þessu stríði í hvelli því að hættan væri sú að þetta gæti orðið ennþá meiri hörmungar fyrir Úkraínu bara á allra næstu dögum og vikum og þess vegna hafi fresturinn verið svona skammur. Kannt þú, að því að eins og þú heyrir þá eru menn bara að reyna að ráða í eitthvað sem kannski ekki þetta að ráða í hvernig hérna Trump skiptir skoðun og hvernig ákveður hann byggir afstöðu sína. Getur þú eitthvað lagt til hvað veldur því að þessi punktar koma skyndilega fram? Já, sko, ég held að málið sé mjög einfalt. Trump vill losna við þetta mál og hann vill búa til samkomulag sem hagstætt fyrir bæði Rússland og Bandaríkin. Hann vill það, maður sér það á samkomulaginu að ég meina Putin fengi að fara í G8 til dæmis, sem hann vill geta gera. Má ég skjóta því inn, ertu vissum hann vilji það? Því að ég man að hann var einhvern tímann að tala að þegar hann mætti, að þá voru hinir eiginlega búnir að ákveða allt saman áður en að kæmi og hann var svona að dissa svolítið veru sína í G8, sagði hann væri svona auka persóna og þetta væri allt, það væri svona skuggastjórn í þessu, það væri eiginlega búið að ákveða allt þegar hann mætti. Þetta var fyrir nokkrum árum. Ég held að sko að Rússland vilji auka sinn veg á alþjóðavettvangi. Ég held að það getur vel verið að hann sé í minnihluta á G8 en hann fór á þessa fundi og þarna líka verið að aflétta viðskiptaþvingunum á Rússland sem væri mjög mikilvægt og þarna væri samvinna milli Bandaríkjanna, það verið að tala einhvern sjóð sem Bandaríkjamenn meira að segja að græða eitthvað á. Helmingina hagnaðum einhver sjóðu sem að mynda sem fyrir hluta af peningum, fristu peningum Rússland sem 100 miljardar, síðan á Evrópusambandið að koma með peninga inn og Bandaríkin eiga að stjórna þessu, svo eiga einhverja nefndir Joint American Russian Working Group, það eiga einhverju hópar Rússa og Bandaríkin sem eiga að vinna saman og þetta allt í þá átt að bæta samskipti milli Bandaríkin og Rússlands, enda það alveg fullkomlega eðlilegt í þeirri stórveldasamkeppni sem eru uppi að þeir bara skipta þessu á milli sín, þeir ætla að fara að vinna saman að málefni Rússlands það ekki. Það talað að Rússland Úkraína í 28 punktum að Úkraína fara aldrei inn í NATO og það hætt að stækka NATO. Ég held að það sé ekki mikil áhugi í Bandaríkjunum að stækka NATO áfram eins og var talað Við sjáum það bara hvernig gengur illa með ríkisfjármálahöfum og það líka þannig að 12 ríki sem stofnuðu NATO á sínum tíma, þau voru 600 milljónir manna í dag, verið 600 milljónir manna, 2000 fjölmiðlar í Bandaríkin, það bil. Í dag NATO 1 milljarður manna, þannig þetta orðið 3 fjölmiðlar heldur en Bandaríkin, þetta allt sama, Bandaríkin 340 milljónir pluss einhverjar rúmlega 600 milljónir í viðbót. Þetta orðið svo þung byrði að bera að hann vill ekki stækka NATO lengur, Trump held ég. Hann tilbúin að fallast að það að þetta NATO-draumar Úkraínu séu horfnir. Hann tilbúin að gefa til land, náttúrulega eins og þú veist, og sem mjög viðkvæmt, Donbass breyta landamærunum. En maður sér á samkomulaginu að þarna á að fara fram samvinna milli Rússlands og
og Bandaríkjanna þetta mál. Ég er ekki að segja að því að skipta Úkraínu á milli sín, en þeir eru allavega að búa til samkomulag sem væri mjög hagstætt bæði fyrir Bandaríkin og Rússland og hagstætt fyrir stórveldasamkeppnina, því að Bandaríkin gera sér alveg grein fyrir því að það er ekki hægt að reka stórveldasamkeppni í heiminum til lengdar með Kína og Rússland bæði á móti Bandaríkjunum. Það gengur ekki upp og svo líka sambandi milli Bandaríkjunum og Indlands ekki gott í dag. Þannig að hann hlýtur að sjá það og það sem að Vesturlönd eða það sem að í Evrópa er ekki, eins og mann átti sig ekki á því að Rússland er mikilvægara fyrir Bandaríkjunum til lengri tíma heldur en þessi lönd sem að eru í NATO, allavega tökum Eystrasaltsríkin og svo framvegis, eða jafnvel Pólland. Það er mikilvægara hagsmunamál upp fyrir stórveldasamkeppnina og þau átta sig ekki alveg á því að það er mikilvægt fyrir Bandaríkjunum til lengri tíma að ná betri samskipti við Rússland. Manni hugnast þetta kannski ekki, en bara út að horfa stórveldasamkeppni út frá hagsmunum Bandaríkjanna að það væri gott að fá samkomulag þar sem að þeir eru að fara vel út úr þessu, þeir losna við að vera með frekar aðstoð við Úkraínu og Úkraína fellur ekki öll, þannig að þeir geta náð þessum auðlindum sem þeir voru búin að semja við Úkraína, fá það tilbaka, þeir ná þeim. Þeir verða að stjórna einhverju sjóði sem á að byggja upp Úkraínu, fá 100 milljarðar frá Evrópusambandinu inn í það sem mér skilta Evrópusambandinu hafi sagt að það er ekki, fá peninga þarna inn og svo geta það selt Evrópuvopn. Þeir eru með, þetta er mjög gott fyrir samkomulag fyrir Bandaríkin. Fyrir Rússland þetta væri nokkurn veginn aðgengilegt fyrir þá. Hins vegar fyrir Úkraínu og fyrir Evrópu er þetta ekki hagstætt, en bara málið er það að Evrópa var með þá stefnu að dæma sig úr leik, bara að tala ekkert við Putin og eiga engin samskipti við Putin, hann væri bara Hitler og hann ætti að vera í fangilsi. Það var nálgun og ætti ekki að tala við hann, en Trump, núna þess að segir, Trump er þannig, hann er að skipta skoðun á klukkutíma fresti eitthvað, það er mjög erfitt að átta sig á honum, því hann kemur með eitthvað í dag og segir bara að þið verður búin að samþykkja þetta fyrir Thanksgiving eða fyrir bara þakkargjörðardaginn í Bandaríkjunum. Svo dregur hann í land með það. En það sem að Trump hefur fram yfir Evrópuleiðtogana er það að hann er tilbúinn, hann er skammast í fjölmiðlum út í Putin, en hann er alltaf tilbúinn að setjast niður með andstæðingnum eða að taka upp talsamband í síma. Og það er það sem hann hefur einokun á því að tala við Putin í síma málin og reyna að leysa þau, en Evrópa er einhvern veginn búin að dæma sig úr leik en vill samt vera að ráða hlutunum. Og svona vinir, kemur fram sem vinir Úkraínu, en það er alveg ljóst ef þú ert að horfa á hagsmuni Bandaríkjanna að þá er ekkert slæmt fyrir Bandaríkjanna að þeir fá nógu gott út úr þessu samkomulagi sjálfir, láta Evrópu borga, ná svo betri samskiptum við Rússland, og Trump var mjög óánægður á síðasta G7-fundi að Putin væri ekki þarna. Það kannski kann að hljóma einkennilega, en hann kvartaði alveg sérstaklega yfir forsætisráðherra Kanada hvers vegna Putin væri ekki þarna og það hefði verið mikil mistök að víkja Rússlandi úr G8. Þannig þetta er bara stórveldasamkeppni og Trump er ekkert að reka einhverja góðgerðarstofnun, hann er að reka bara harða stórveldasamkeppni og hann er bara að reikna út hvernig get ég styrkt stöðu Bandaríkjanna og hann gerir þetta svona. Ég meina samkomulagið hefði aldrei lekið, ég meina þetta lekur út svona og þetta er fyrir, þú sér að þetta er bara Rússarnir bara getur samþykkt þetta með frekar litlum breytingum. En ég á voðalega erfitt með að, það er alveg hreint að Evrópusambandið sagt að bara landamærunum verður ekki breytt, það var þið sagt. Það er mjög mikil harðlínu stefna eins og staðan er í dag. Þú getur ekki samið að Rússarnir hörfi til landamærina 1991. Það er algjörlega út í hött að rekna eins og staðan er í dag og síðan vilja eru þeir að berjast að fá þennan sjóð þessar fristu 200 milljarðar sem eru í Brussel og svo framvegis og vilja Úkraína eigi opna leið inn í ES, ekki bara inn í ESB heldur líka inn í NATO. Þannig að mér finnst að bera mjög mikið á milli. Og mér kemur mjög mikið óvart ef það er samkomulag á næstunni það að varðandi landamæri milli Rússlands og Úkraínu við stuðningi Evrópusambandsins, að það er samkomulag það að Úkraína fara aldrei inn í NATO, að það er samkomulag það að her Úkraínu, ég meina, mér finnst þetta 60.000 hermenn vera þó nokkuð mikið,
en að Rússland geti ráði því hvaða vopn Úkraína með og hvað marga hermenn, ég held að það sé líka frekar erfitt, þannig að ég hef ekki séð fyrir mér að það sé að smetla saman samkomulag, en þetta getur komið mann á óvart. Einlega til þess að með þetta að Trump sá eini sem að talar við Putin og Evrópu hefur kosið að gera það ekki, að það sé bara tilgangslaust og það þarf lendi ekki aðili að neinum samningum. Það sem að í þessu punktum náttúrulega afrakstur margra mánaða samtala. Ég meina að Bandaríkjamenn vita sirka hvernig samningur þarf að vera til þess að Rússar geti samþykktan og þeir stilla honum upp að Rússarnir fái nógu mikið og Bandaríkjamenn fái nógu mikið og ganga eiginlega frá samningnum eins og þetta sé friðarsamningur á milli Bandaríkjanna og Rússlands. Úkraína eiginlega ekki aðilega að þessu og það eins og sem litið á að þetta stríð hafi raunverulega fyrst og fremst verið stríð á milli Bandaríkjanna og Rússlands og nú sé að vera búa til frið þeirra á milli og þá nú margir í Bandaríkjum sem bentu á það, þetta væri frábært stríð fyrir Bandaríkin því að þarna væru Úkraínumenn raunverulega berjast fyrir okkar hagsmunum og það væri ekki okkar drengir sem væri falla heldur úkraínskir hermenn. Og einhver leiti þá þetta að líta á þennan samning þannig að þetta eiginlega bara endalok á samningnum. Bandaríkjamenn geta slökkt á stríðinu með því að draga tilbaka hernaraðstoðina við Úkraínu og þeir gera það með þessum hætti og Úkraína stendur núna frammi fyrir því að þurfa að kyngja því eða hafna því og treysta þá á það að Evrópa geti stutt á með sama hætti og Bandaríkjamenn hafa gert hingað til sem að ég ekki viss að Úkraínumennum hugnist að horfa til þeirra tíðar að Bandaríkjamenn láti verða hótur sinni og drægi sig algjörlega út úr stríðinu og Úkraínumenn hafi bara Evrópu að halla sér upp að. Þannig að kannski það bara raunveruleikin að þetta var aldrei annað en átök Bandaríkjanna og Rússlands sem að vildi svo til að var háð með úkraínskum hermönnum og úkraínsku landi. Þetta er alveg rétt, þetta er bara side play, hvernig maður að þýða á íslensku. Þetta er bara litla sviðið í einhverju leikhúsi. Stóra sviðið er stórveldasamkeppni milli Bandaríkjanna og Kína og Rússlands. Hérna aðalega í Evrópu er þetta barátta milli Bandaríkjanna og Rússlands og í Asíu sem ég þar er þetta barátta milli Kína og Bandaríkjanna. Bandaríkin Kína hérna sem berjast og svo í Evrópu Bandaríkin Rússland. Og það er alveg rétt að og það kemur að því að stríðið búið að standa í hér fyrir 4 ár, það kemur að því að stórveldi sem að hefur staðið, vorið heitan og þungan að þessu, auðvitað leita á þessu, þetta borgir sig ekki lengur og þá skipta menn á milli sína ykkur afrakstri. Rússar annars vegar og Bandaríkin hins vegar. Þess vegna hefur við verið að tala um það í þessum þáttum að það er svo mikilvægt fyrir lönd eins og Úkraínu. Reyndar Úkraína getur varla flokkast sem smáríki í skilningi þess að þetta var 40-50 milljónir, 50 milljónir þegar landið var sjálfstætt 91 og svo framvegis, en það er smáríkið og horfir á hagkerfið, en allavega ef þú lendir á milli þessara tveggja, þá er þetta bara smáríki og það er ekki mjög fátækt og vanmáttugt og með veikar stofnanir og mikla spillingu og náði aldrei tökum á sín megin málum eftir að Sovétríkin féllu, að þá bara, mér finnst þetta svolítið og líka, ég tek líka alveg undir það hjá þér að samkomulagið ber svolítið merki þess þessi 28 punktar að mat Bandaríkjanna á stöðunni í Úkraínu sé það að það sé Úkraínu sé mjög illa stödd á vígvöllunum og í stríðinu þurfa að ljúka og það er mannaflaskortur, það er vopnaskortur. Evrópa er ekki að ná að safna þeim peningum sem var vonast til og kaupa vopn fyrir Bandaríkjunum. Bandaríkin hafa takmörkuð vopnabirgðir til að selja og það þrengir að og þá sé hugmyndin að reyna að ljúka málunu sem fyrst og svo náttúrulega vilja Bandaríkin alls ekki öll Úkraína falli vegna þess að það er búið að gera ráð fyrir því að öll sú aðstoð sem að Bandaríkin hafa veitt áður til Úkraínu renni tilbaka í formi auðlinda til Bandaríkjanna. Það er eins gott að svæðin sem auðlindir eru á sé ekki að falla til Rússa. Þannig að mér finnst þetta rétt að annars vegar þeir meta stöðuna slæma fyrir Úkraínu, það þurfi að hafa hraðar hendur og þeir láta þetta fara og mér finnst þegar þú ert búin að láta svona samkomulag fara út og þegar að búið að segja, sagði ekki Trumpa eitthvað að þá leiða það var lýst einhverjum stuðningi við þetta, 28 punkta, að þegar búið að gera það, þá hefur ekkert voðalega mikið sveirum, þú ert búin að sýna spilin tölvöld mikið.
nema það að hvorki Úkraína né Evrópa var borð, en Úkraína hefur ekkert mikil völd í þessu máli. Hún verður eiginlega að sitja og standa eins og henni sagt. Evrópa hefur kannski eitthvað vægi, en það takmarkað vegna þess að þeir hafa rofið allt talsamband við Rússland. Þeir geta ekki haft samband við Putin og farið að ræða við hann samkomulagið beint. En Trump getur tekið upp símann hvenær sem og Putin hinum inn á líðinu til þess að hlusta. Og hann virðist vera að vinna í þessu vegna þess að hann talaði líka við Kína til þess að fá þá einhvern veginn í lið með að reyna að ýta niðurstöðunni í þennan farveg. Trump? Já. Talaði hann talaði við alla. Það er kosturinn við hann gagnrýnir Kína mjög harkalega, en hann bæði tilbúin að fara til Peking og hann tilbúin að hafa í talsambandi. Hann í talsambandi við alla. Þetta kallað diplomacy. Það eitthvað sem Evrópa búin að gleyma. Þá ekki að tala við andstæðingana. Putin bara Hitler og þá ekki að tala við hann og engin samningar og þá bara sigra á vígvellinum. En núna bara blasir við tapa á vígvellinum og svo þegar Trump að tala við, þú sér nú hvernig viðbröðin voru þegar hann bauð til Alaska, að það var algjört sjokk þá og eins og núna þegar þessi 28 punktar þeim leiki út, þá verður sjokk. En ég meina hann allavega að opna diplómatískar leiðir til þess að reyna að ná einhverju niðurstöðu, en Evrópa hefur algjörlega hafnað því og svo bara kemur reiði frá Evrópu, forsætisráðherra Póllands, það var ekki stærri í samkvæmlega talað að það var að setja staðsýstu orrustuþotur í Póllandi og það var við að tala að Evrópusambandi kemur með 100 milljarða inn í þetta púk og svo var að tala ráðstöfun á þessum gjaldeyrisvarasjóði sem að Rússland með í Belgíu, hjá Euroclear í Belgíu, að tala það og þá verða þeir ofsa reiðir því að hann búin að eyðileggja það fyrir þeim, þetta hugmyndum að taka hann að sjóð, lána hann einhvern veginn inn í Úkraínu og líka það að 100 milljarðar, ég sé nú ekki hver Evrópusambandi ætlar að taka 100 milljarðar og svo ætlar Bandaríkin að fá helminginn af hagnaðinum einhvern veginn, það ekki skilgreint hvað nákvæmlega þeir eiga við með orðinu hagnaðar, profit, það sem er profit og græð, og þetta bara Putin, hann bara Trump bara businessmaðurinn að setja upp sjóð sem Bandaríkin eiga, US-led efforts, Bandaríkin eiga stjórna, endurbyggja Úkraínu, Bandaríkin var 50% af hagnaðinum, svo koma 100 milljarðar frá Evrópu, fyrir utan vopni sem að Evrópa á að kaupa. Þannig að hann búin að koma sinni ár ansi vel fyrir borð í þessu máli. Hann stillir svo alveg upp út frá US-Russian Investment Vehicle líka, á einhver samstarfsfjárfestingar sjóður fyrir Rússland og Bandaríkin. Þannig þau bara komnir að vinna náið saman þetta kom reyndar í tengslum við Alaska-fundin að þá kom í þessi hugmyndum að þeir myndu taka auðlindirnar eða jafnvel fyrr, þetta var eiginlega í vor þessi hugmynd sem að kom að Bandaríkjamenn myndu taka auðlindir í Úkraínu og Úkraínumenn áttu að græða á því að Bandaríkjamenn myndu nýta þetta þannig að þetta myndu lyfta upp efnahag Úkraínu en arðurinn af þessu væri að stórleiti til Bandaríkjana. En þá var sagt að hann var með samkomulag að vinna austanmegin í Úkraínu með Rússum með sama hætti. Þannig að þetta er búið að vera... mér skildist að Putin hafi boðið það. Já, þetta er búið að vera á borðinu í nokkra mánuði, sko. Já, náttúrulega auðvitað vantar Úkraínu erlenda fjárfestingu og erlend fyrirtækin í landið, en það er náttúrulega spurning hvernig þessum auð skipt og náttúrulega ætti fyrst og fremst rentan að þessu eða þessi auðlind ætti fyrst og fremst að renna til Úkraínumanna, en það ansið mikil hætta á að það verði ekki, en það vekur samt athygli, það er verið að tala velega mikið með þessar auðlindir í Úkraínu sem eru gríðarlega miklar, gas í kringum Krímskagan og Donbass, kol og alls konar málmar, mikil verðmæti sem talaður en Úkraínu sjálfur tókst ekki að nýta þetta fyrir almenning á 30 ára sjálfstæði landsins. Þetta rann allt í vasa, það sem það var rann í vasa einhverja fárra aðila. Það mældist ekki í hagvexti eða neinu. Þannig að þið þurfu erlenda fjárfestingu en auðvitað er hætt á því að land með mjög veika stjórnsýslu og það sem er mikið spilling að það verði þannig áfram að þetta renni í vasa fárra aðila innlendra og erlendra og almenningu fái lítið út úr þessu, það er hætt á því. En þetta er náttúrulega
Trump þetta samkomulag hefur alveg til fingra fyrir mann sem er í viðskiptum og vill svona transaction based sko, að Trump hugsar alltaf ykkur milliverslun, hvað fæ ég í staðinn fyrir það sem ég er að gera, ég verð að fá hagnað eitthvað fyrir mitt sko, og það er það sem er voðalega mikið þannig og það er ansi hætt við því að Úkraína fari ekki vel út úr, en það ætla ég að segja það bara alveg hreint sko, að Úkraína skiptir ekkert svo miklu máli fyrir Bandaríkin, það er aldrei gert, því með Bandaríkin hafa aldrei haft áhuga á Svartahafinu, mér vitanlega, aldrei haft áhuga á þessu svæði. Þeir hafa aðalega áhuga á Austur-Asíu núna vegna uppgangs Kína, á ASEAN-fundinum sem var hérna fyrir nýlega, þá lögðu Bandaríkin mikla áherslu á það að ASEAN-löndin 11 sameinuðust gegn Kína sko, sem að þau vita sjálfsögðu, þau vita algjörlega að þau vil ekki klemmast á milli og þau segja lítið, þeim ger ekkert í það átt. En Úkraína er bara dæmi land sem klemmist á milli stórvelda og afleiðingarnar verða alveg skelfilegar. Það er bara mjög einfalt og ég held að það sé bara mjög einfalt það sem er að gera. Það er bara komið á endastöð og Trump er að búa til díl og er að vinna með Rússum að leysa málið, eitthvað sem er hagstætt fyrir báða. Og það sem ég óttast í þessu er hagur Úkraínu og ég óttast líka hag Evrópu og ekki Evrópu í kjölfarið. Sko, það er augljóst að þessu að Trump lítur á að það sé deila sem að hann geti leyst með Putin og síðan sé það hans hlutverk bara að tróði svo ofan í kokið á Úkraínumönnum fyrst og fremst og maður heyri það að ég meina þótt að Evrópumenn hafi komið með sína útgáfu af þessu að þá var það ekki sem var til umræðu í Genf, það var umræða milli Bandaríkjanna og Úkraínu það hvort það ætti að hnika eitthvað til þessum upphaflegu punktum. Ég held að tillögur Evrópu hafi raunverulega aldrei verið til umræðu. Því að Bandaríkjamenn líta svo á að þeir verði að komi svo ofan í kokið á Úkrænumönnum og svo verði Úkrænumenn bara að eiga það við Evrópu að fá stuðning við það val sem þeir velja og þetta endrómar svolítið í ummælum allra leiðtoga Evrópu sem að segja að þetta sé fyrst og fremst ákvörðun Úkraínu og þar fram eftir götunum. En ef það er þannig að Úkraínumenn get ekki sætt sig við þetta, að vera svona fórnarlömb í þessum stórvelda átökum og landinu sé umlega skipt og arðinum á auðlindum sé ráðstafað einhver leyti út úr landinu marga næsta áratugi og þeir neita þessu. Og þá ger ég ráð fyrir því að Bandaríkjamenn láti verða hótu sinni að við sem ekki að horfa á kannski í þriðja skipti á þessu ári þar sem að Bandaríkjamenn hóta að draga sig algjörlega tilbaka en hætta svo við það að ef þeir draga sig algjörlega tilbaka getur Úkraína varist Rússum með stuðningi Evrópu? Nei, ekki til lengri tíma litið. Það er að tala að taka tilbaka, ég held að það hafi verið lítið af takmarkaða vopnum sem hefur farið frá Bandaríkjunum til Úkraínu eftir að Donald Trump tók við. Síðasti stóri pakkin var undir Biden, $60 miljardar. En ég held að það sem núna snýst þetta það að þeir eiginlega stýra svona loftvarnakerfinu og eftirliti með andstæðingum. Þannig ef þeir myndu draga það tilbaka, að þá væru eiginlega Úkraínumenn orðnir blindir í baráttunni. Já, það er það sem að Trump sagði við Zelenski í Hvítahúsinu á frægum fundi þar sem voru að rífast. Ég held að það sagt ekki að við hann að þá leiðu halda áfram að berjast í 3 ár eða eitthvað sagði eitthvað svoleiðis. En þá bara fellur öll Úkraína. Þannig að ég meina Úkraína gæti ekki ef Bandaríkin myndi skrúa held ég á alla aðstoð fyrir Úkraínu, jafnvel þó Evrópa myndi vera þarna eitthvað sko, ég hef ekki trúið því að Úkraínumenn myndu standast það mjög lengi, það er ekki og þess að sagði Zelenski eitthvað á þá leið í sínu ávarpi til þjóðarinnar að þeir hefðu val á milli þess að missa sinn mikilvægasta bandamann sem eru Bandaríkin eða horfast í augu við einhvern hrikalega erfiðan vetur og nú náttúrulega er að vera kalt í Úkraínu desember, janúar, februar óbáslega kalt þarna og það er búið að eyðileggja meira og minna orkuinnviðina sem var búið að endurbyggja hluta og eyðileggja þá aftur og þannig að vetur í hann Zelenski er búin að segja að hann verður gríðarlega erfiður og spurningin hvað gerist. Ég held að menn sé að reyna að flýta sér að semja en auðvitað er það Úkraína sjálf sem að ræður endanlega hvort hún vill halda hún að berjast með minkum eða algjörlega
að Bandaríkin hætti að styðja Úkraínu. En það samt sem áður, það sem erfitt í þessu líka það að Donald Trump skipti svo oft skoðun. Það eins og hann hafi bara skoðun eftir því sem hann talaði við síðast. Og hann var komið með þá skoðun að þetta væri bara samkomulag sem að 28 punktar sem þeir að samþykkja það ekki, bara það sem hann heyrði. En svo fór hann að segja þetta ekki endanlegt og þá hefur hann fengið einhver símtöl frá Evrópu, frá kanslara Þýskalands og einhverjum með fleiri aðilum. Þá var hann allt í einu komið einhverju aðra stefnu og svo var ég að hlusta á Marco Rubio bara það sem hann var að tala í utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna, State Department, og þá var hann að tala um þetta tæki nokkra daga í viðbót og svona, þetta orðið svona svolítið óljóst og við vitum það að J.D. Vance sem að telur leiðtogi Evrópu vera misheppnaða, óraunsæja, hann vill klára þetta og þá held ég að hann hafi stutt 28 punkta á meðan að Marco Rubio hefur meiri samúð með sjónarmiðum Úkraínu, alveg eins og Keith Kellogg sem að hætta líka í janúar að dragast út úr þessu. Þannig að valkostir Úkraínu eru kannski þeir valkostir sem að Zelenski stilt upp í ávarpinu var það að missa Bandaríkin og horfa fram á erfiðan vetur sem að þýðir eiginlega bara hryllilegt stríð eða að missa sjálfsvirðinguna og gefa eftir land. Millikosturinn sá að vinna með Mark Rubio af því að breyta þessum punktum þannig að Rússarnir hafni þessu með þeim og gera það með þeim hætti að Trump láti ekki verða hótun sinni að draga sig tilbaka. Að það kannski svo leið sem að Úkraínumenn eru í rauninni að reyna að feta og það sem að Evrópuleiðtogarnir að vona að verði ofan á að það sé þetta spila inn á þessa tvöföldu utanríkisstefnu sem að Bandaríkin virðast vera með, það bara fyrir eftir í hver talar, hver stefnan, að reyna að vinna með þannig að stríðið þá haldi áfram, ekki með allt og miklu tapi í Úkraínu og að kannski ef til vill einhver staðar í framtíðinni verði einhver lausn sem að verði viðfeldari en liggur á borðinu núna. Já, Trump stendur frammi fyrir því að hann ekki bara að berjast við takast á við Evrópu og fá þá til að fallast á einhvers konar málamiðlum og Úkraínu, hann líka innan hús átök í Hvíta húsinu. Hann með ólíka hópa og líka í þinginu, það sem ólíkir hópar að takast á og mestar áberandi núna eru Marco Rubio utanríkisráðherra og J.D. Vance varaforseti, að þeir eru með ólíkar skoðanir. En svo bara Evrópa með svo mikið harðlínu fólk eins og Kaja Kallas og slíka aðila, von der Leyen, þau eru öll, Ursula von der Leyen, þetta fólk allt saman með mikla harðlínustefnu og vill ekki gefa neitt eftir og segir bara það á að geta verið að verðlauna þann sem árásar aðilann og þá má ekki breyta neinum landamærum og eru með kröfur sem ég get ekki ímyndað mér að Rússarnir samþykki. Þess vegna hef ég verið að segja að miða við það, nema að það veri einhver grundvallar breyting á viðhorfið þessar aðila sem mér finnst alltaf skrítið ef það að verða, þá verður þetta frekar frozen conflict, þar að Rússarnir halda áfram að berjast, taka það sem þeir vilja ná og treysta sér til og svo kemur eitthvað tímann að því að stríðið það fjarar út smátt og smátt og hættir á einhverju stað og það verða landamæri sem verða síðan ekki viðurkennda Vesturlöndum. Mér finnst það líklegast, en mér finnst þetta bera svo mikið á milli aðila, sérstaklega með að gefa til land og svo þetta með NATO-aðildina að Evrópa vildi halda því opnu og Úkraína gæti farið inn í NATO og náttúrulega Evrópa að tala við Zelenski og fá hann til þess að samþykkja það og það líka þær kenningar uppi að sumir leiðtogar Evrópu vilji halda stríðina áfram lengur til þess að vinna meiri tíma fyrir sjálfan sig að undirbúa sig sjálfa fyrir átök og þannig að þessi betra að halda Úkraínu gangandi og því það er sumir leiðtogar Evrópu trúa því að það verði bara innrás inn í sum Evrópusambandsríki og NATO-ríki bara alveg ekki svo langt í framtíðinni. Eystrasaltsríkin virðast trúa þessu stjórnvöld þar og Pólland og jafnvel fleiri ríki virðast búast við árás. Eystrasaltsríkin eru langt viðkvæmust, það er oft talað um Eistland og Lettland sem að og reyndar Litauen líka, það er allt mjög viðkvæm svæði upp á það að gera. Þeir vilja vinna tíma og það sé skárra að eyða peningum, það sé góð fjárfesting að eyða peningum til að kaupa vopn til þess að láta Úkraínu berjast því þá þurfa þeir að
láta vopnin ekki að fórna mannslífum og það er mér finnst svolítið eins og Evrópa sé að setja þannig skilyrði að það sé útilokað að ná friðarsamningum og það er líka gjörsamlega útilokað að fá vopnahlé. Landið sem telur sig vera sigra eða bera yfir höndina vill venjulega ekki vopnahlé. Þeir vilja halda áfram ná sínum markmiðum og það er held ég það sem að Pútín að gera eins og sér núna að þrátt fyrir það sé vera að ræða um friðarsamkomulag þá eru mjög harðar árásir á Úkraínu nánast bara hvern einasta dag. En ef að þetta er líklegasta niðurstaðan að haldi áfram stríðið með sama hætti og undanfarið og við gerum ráð fyrir því að varnir Úkraínu séu svona heldur að veikjast, telurðu að Rússar muni halda áfram þar þeir eru búin að taka alla Úkraínu eða munu þeir stoppa þegar þeir hafi búin að taka þau svæði þar sem að meiri hluti íbúana eru rússnesku mælandi, að þeir metið að það eru svæði sem þeir gætu haldið í sátt við íbúana á meðan að kannski þú ert komið mjög austarlega í landið að þá erfitt að sjá fyrir sig hvernig hernám gæti gæti haldið í óþökk allra íbúa. Og það er í vesturhlutanum sem að Úkraínumenn búa er í meiri hluta. Austurhlutanum var það þannig, í austurhlutanum það mikið fólkinu bara farið. En austurhlutanum það voru þetta mikið rússnesku mælandi og það sem kallar ethnic Russians og svo vesturhlutin, við landamæri Póllands og Hvíta-Rússlands, þar voru þetta meira Úkraínumenn eingöngu. Og það er alveg rétt sem þú segir ef að Pútín myndir inn að taka þann hluta sem að Rússar eru í miklu minni hluta og Úkraínumenn í miklu meiri hluta, þá það ægilegur hausverkur að bæða ná því svæði og að halda því. Það er alltaf svo mikil andstaða. Fyrir utan það að þetta er líka spurningin hvar eru auðlindir Þú veist að þú sérð alveg á þessu að Bandaríkin og Rússland að takast á við auðlindir. Ég meina, Bandaríkin vilja segja við erum búin að láta svo mikla peninga og þeir einhverja 100 milljarða að fá tilbaka í auðlindum og svo vilja vera með uppbyggingasjóðinn og nýta auðlindirnar og vera fjárfestingasjóðinn, stjórna honum með Rússum og svo framvegis. Og Rússarnir eru að taka Donbass, það snýst iðngerð og auðlindir. Þeir vilja ekki sleppa Krímskaganum að það hafnarastað en það líka gas þarna ekki talið verið í kring töluvert miklar auðlindir sem að gætu verið sem að þeir hafa áhuga á. Það snýst voðalega mikið það. Ég held sér rétt Matthías að taka vesturhlutan það sem eru eiginlega eingöngu Úkraínumenn, það mjög erfitt að halda því svæði. Ég hef alltaf haft efasemtur að Rússar vilji það, en ég hef sér algjörlega að trúa því þeir vilja taka Odessa. Þá eru þeir búin að taka alla ströndina með Svartahafinu og þá eru þeir búin að tengja sig við Moldóvu, þar sem þeir eru með svona Breakaway Republic sem eru hluti af Moldóvu eru undir rússneskri stjórn, tengja það saman og komnir með aðgang með allt Svartahafið. En þá bara Úkraína orðið ósjálfbært hagkerfi bara taka þeim auðlindirnar, taka þeim aðgang á sjó og ímyndaðir hvernig ef þeir gátu ekki með allt landi sem það var eins og 91 einu sinni aukið hagkerfi skrapp saman landsframleiðsla meðaltekjur af mann minnkuð á 30 árum sem alveg, það ekkert mörg dæmi í hagsögu heimsins sem finnur svoleiðis 30 ára tíðanbyrða sem engin hagvöxtur að meðaltali, hann neikvæður raunverulega. En hvernig heldur það verði þegar þeir verða með það, verður landlugt land og það sem búið að útmiða öll svæðin það sem eru auðlindir að taka það annað hvort af þeim eða það komið samningur að annað land fá að nýta það sem ekki búið að taka af þeim. Þannig að þetta ekki mjög glæsileg framtíð fyrir Úkraínu. Þetta geti gerst ef að Rússar geta haldið áfram að sækja og við gerum ráð fyrir því að varnir Úkraínu munu veikjast og stríðið heldur áfram. Eitt sem að menn segja sem að telja ekki vera tímabært að gera friðarsamninga núna er að Rússland alveg við það að hrynja. Þannig að þetta væri algjör mistök að semja frið við Rússa núna. Það akkúrat það sem þeir vilja vegna þess að þeir hafi ekki bolmagn til þess að halda stríðinu áfram. Þeir eru einangraðir á alþjóðavettvangi, efnahagurinn þeirra hruni komin, 40% landsframleiðslu fer til þess að viðhalda þessu stríði og þar fram til götunum. Hvað segirðu við þessum rökum?
Já, það eru veikleikar í rússnesku hagkerfi, það alveg klárt, en það búið að segja þetta í 4 ára að Rússland sé bara alveg að hrynja og hagkerfi sé bara, skilur á síðasta snúningi og allt þetta og maður bara velti því sem segir Bandaríkjunum dýrasta heilbrigðiskerfi í heimi sem virkar ekki og þeir eru með ofboðslega dýra mikil útgjaldir varnarmála og nú búið að breyta varnarmálum í stríðsráðuneyti en maður velti fyrir sig hvað að bandaríska hernum að fara til Víetnam á þessum tíma og tapa því stríðið, fara til Afganistan, vera þar í 20 ár og tapa því stríði. Það eitthvað, ég átta mig ekki alveg á þessu. Þetta er voðalega flókin staða. Og svo það náttúrulega með Rússland að þó að það sé óvissa hjá þeim þeir náttúrulega eru algjörlega í sínum bakgarði að eiga við Úkraínu og meðan Bandaríkin eru langt í burtu. Ég sé ekkert í gögnum, sko, ég hef ekki farið til Rússlands til að reyna að meta þetta sjálfur eða fara ykkur á könnun, en ég bara skoða þjóðhagsreikningana hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og það hagvöxtur í Rússlandi, það eitthvað mjög lágur, samkvæmt þeim og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum er stjórnað mjög miklu leita Bandaríkin ráða langmestu þar og bara ef við skoða gagnagrunn Alþjóðagjaldeyrissjóðs yfir Rússland, gögnin sem þeir eru með og þeir eru með fólk fastanemnd og þeir eru að fylgjast með Rússlandi, þá sér ekkert að það sé bara hægi mjög mikið á hagvexti það, en hann er samt til staðar, kannski 1%, 1,5%, eitthvað svoleiðis á stundvelli og það bendir ekki til hruns og svo líka bara búið að beina alþjóðaviðskiptunum í aðrar áttir og ég held að Kínverjar, sem nefndi þá áðan, að þeir mun ekki vilja sjá Rússland hrynja, þannig að þar eru mikil viðskipti á milli og svo náttúrulega eru Rússlingar, já þeir eru að framleiða, þeir eru búin að setja mjög mikið í herinn, þeir eru líka að selja svakalega mikið af vopnum, þeir eru að selja löndum eins og Indlandi og Víetnam var að gera stóran samning við að kaupa orrustuþotur og svo framvegis, þannig að mikið af því sem þeir eru að framleiða í hernaði verður útflutningsvara fyrir þá. Þeir hafa ákveðna tæknilega yfirburði í hernaði frá Sovéttímanum og hafa þróað með sér, þannig að stór hluti af tekjum, eða tölvöld stór hluti af tekjum Rússlands verður vopnasala til landa sem og þá kannski sérstaklega í Austur-Asíu að lönd eru að kaupa vopn frá Rússlandi, þannig að það er ekki víst að hagkerfið hrynji þó að það sé hærra hlut að hagkerfið snúist hernað. En ég held samt sem áður að það er alveg örugglega veikleikar í rússneska hagkerfi, það eru verðbólga og alls konar óvissu þættir sem að þeir eru með. En ég held að þeir vilji semja og þeir með þess að 28 púnta þá verður öllum viðskiptaþvingunum aflétta Rússlandi smátt og smátt. Ég held að þeir vilji það. En ég held líka að það sé mjög hæpið að viðskiptin við Evrópu verði eitthvað í líkingu við það sem þau voru áður. Ég meina það, Evrópa er svolítið búin að stimpla sig út hjá hvað það varðar að það er Nord Stream 2 var eyðilagt og svo framvegis og það er alls konar svolítið að gerast. Þannig að ég held að það er mjög hæpið að það verði viðskipti við Evrópu muni fara í eitthvað svipað horf í náinni framtíð, jafnvel þó þess að viðskiptaþvingunum verði aflétt. Og það er bara þannig að þegar þú ert komið með fjölpóla heim, þá hefur bara landis- og Bandaríkin ekki þau völd sem það hafði áður og getur ekki haft þau áhrif sem það hafði til þess að ná fram sínu gagnvart landis- og Rússlandi. Þeir hafa bara útgönguleið og hafa nýtt sér það. Og það þjónar ekkert hagsmunum Kínverja að sjá Rússland hrynja vegna þess að það myndi hafa mjög slæm áhrif á Kína. Náttúrulega bara ein risastór verksmiðja sem alveg hefur gríðarlega mikið þörf fyrir hráefni, olíu og gas og alls konar málma frá Rússlandi og það er þið áfall fyrir Kína ef að Rússland myndi vera að hrynja eitthvað. Það ég á erfitt með að ímynda mér þetta en ég meina, maður heyrir samt mikið talað þetta
að Rússland sé að hruni komið. Sumir þeir sem að halda því fram að Rússland sé alveg að hruni komið, halda því jafnframt fram að Rússar ef að verður sami núna á þeim nótum sem að Trump laði til, að þá sé bara stutt að bíða þá til að Rússar ráðist inn í Eystrasaltslöndin og Pólland, jafnvel Finnland. Sumir tala bara eins og að Rússar getur tekið bara París og gert svo drónárásir á London. Hvernig fer þetta saman annars vegar að Rússland sé eiginlega komið að fótu fram en sé jafnframt að það geti eiginlega bara valtað yfir alla Evrópu? Já, það er voru að mótsagnakennda sem er að heyra þessu og bendir á. Að það er verið að tala um að Rússland sé að hruni komið aðalhliðina, en svo er talið að Rússland hafi þann styrk að það geti bara valtað yfir bara alla Evrópu. Þetta er 145 milljónir, þeim fyrir frekar fækkandi og hagkerfið, eins og segi, það er einhver hagvöxtur, hann er lítill. Maður skilur þetta, getur voðalega mótsagnakent, sko, allt saman og allt sem að kemur frá Evrópu, þetta er voðalega skrítið, sko, annars vera landið sé að hrynja, hins vera að það sé raunverulega að yfirtaka alla álfuna og Evrópa, sko, Evrópusambandi hefur 450 milljónir manna og alla Evrópa, eitthvað 700 milljónir. Það hafi styrk til að gera þetta, að vísu virðast þeir vera, sko, herinn þeirra er miklu fjölmennari heldur en stærstu ríki Evrópu, svo Þýskaland og Frakkland og Bretland hafa bara eitthvað smáheri í samanburði við Rússland og við erum að athuga það að Sovjetríkin, þau áttu langstærstan þátt í því að fella Þýskaland nasisma sem töpuðu 27 milljónum manna meðan að Bretland og Bandaríkin töpuðu hvortu sig innan við 500 milljón. Þannig að Rússar eru vanir að færa mjög miklar fórnir en ég á voðalega erfitt með að ímynda mér að Rússland geri það því að landið er svo stórt að landfræðilega það er álíka stórt og Bandaríkin og Kína til samans og þeir eiga gríðarlega miklar auðlindir, það hafa ekki, og eina ástæðan fyrir því að þeir eru með svona nánu samstarfi við Kína er það að þeim skortir svo mikið vinnuafl og þess vegna, sko, Kína hefur vinnuaflið, Rússarnir hafa auðlindirnar og þess vegna vinna mjög náið saman. Ég á voða erfitt með að ímynda mér að það verði, sko, að Rússar hafi fara að reyna að leggja alla Evrópu undir sig. Hins vegar vegna þess að átökin eru orðin mikið spenna að þá geta brotist út átök víða til dæmis bara á Eystrasaltinu vegna þess hvernig ástandið er það geta brotist út átök við Hvíta-Rússland milli Póllandi, það ekki Kaliningrad svæði sem er hættulegt og svo framvegis, þannig að landamæri Finnlands, norðurlandamæri við Rússland, norðurlandamæri Noregs, það eru bara orðið svo mikið spenna bæði á hafi og á landamærum að það geti orðið átök og margir óttast það að Rússar hafi jafnvel áhuga á því að veikja NATO með því að taka einhvern hluta af Eistlandi eða Lettlandi og láta reyna á það hvað verður gert, hvernig NATO mun bregðast við, hvort að NATO mun raunverulega bregðast við samkvæmt 5. grein sáttmálans, það getur vel verið eitthvað svoleiðis gerist. En mér finnst, sko, svoleiðis erjur geta átt í stað og einhver átök, auðvitað geta þessu síðan breiðst út, en mér finnst voðalega langsótt að Rússar hafi getu til þess að taka, leggja Evrópu undir sig. Þú sér það að við erum að tala um eitthvað rúmlega 20% af Úkraínu sem er búið að taka yfir þetta er að vera 4 ár. En það er fólk sem trúir þessu. Og sama fólki og segir að Rússland sé að hrynja. Það er eitt sem kom náttúrulega í ljós þegar þessir punktar Trump fóru á flug að það kom svona, maður heyrði svona annars konar tón varðandi svona endurmat á NATO í Evrópu og ég heyrði það til dæmis frá Mette Frederiksen var svona að tala um að þetta væri hryllilega fréttir fyrir Úkraínu, líka Evrópu og sérstaklega Danmörku og var þá að svona vísa til þess að þarna er náttúrulega svona burðarbeinið í NATO eiginlega að fara gegn evrópskum hagsmunum. En það er kannski efni bara í næsta þátti á okkur, Hilmar, að tala og þá kannski er komið eitthvað fram hvar þetta mál endar. Þú ert eiginlega á því að þetta endi á sama hátt og hinga til þegar þetta hefur litið út fyrir að eitthvað myndi gerast í Úkraínu, þá endar það með því að gerist ekkert sérstakt að það er raunverulega svo langt á milli krafna Úkraínumanna og Rússlands að það er eiginlega ólíklegt að það náist svona eitthvað eðlilegt samkomulag og þá er valkosturinn
áframhaldandi átök alltaf líklegastur. Það ekki svona, ef ég dreg saman? Jú, ég held að það er rétt með aðtjáður, sko, það er líklegast að það haldi ára, það ber svo mikið á milli, nema að víglínan hjá Úkraínum hrynji í alveg. Og þá gæti, sko, ef að það gerist, að þeir eru alveg á síðastunningi og víglínan hrynur alveg og þeir eru komin í staðanir orðin algjörlega vonlaus, að þá gæti Úkraína farið að samþykkja eitthvað sem að, hún gerir ekki núna. En þannig að það geti gerst, en allavega eins og Evrópusamband að tala við Úkraínu og eins og Úkraína að tala sjálf, ég bara heyrði til dæmis hvað forseti þingsins að sagði bara nýlega, mætti ekki breyta neitt landamærum, Úkraína geti ákveðið hvort þú farið í Evrópusamband eða NATO og Úkraína geti haft einn stóran her eins og hann vildi. Hann talaði bara þetta ekki að gefa neitt eftir. Þannig að þá sé ég bara ekki hvernig þetta endar sem frozen konflikt á einhverjum stað og þá er bara spurningin hvað Úkraína mun tapa miklu landi áður en það gerist. Já, þetta kemur allt í ljós, þangað til mun örugglega verða fréttir í allar áttir hvað er raunverulega verið að semja og hvernig þetta gæti endað, en ég fæ að slá á þráðinn aftur til þín þegar eitthvað fyrir að skýrast. Þetta nú spennandi dagar, það getur vel verið að við reynum kannski aftur í þessari viku. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Heyrjumst, takk. En við ætlum að halda áfram við Rauða borðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, hér fyrir nokkrum vikum tók ég viðtal við verslunamann sem hafði unnið í sömu tónlistarbúðinni allt sitt líf. Mér var hugsað til trygglyndis sumra gagnvart eigin iðnstarfi eða vinnustað og til dæmis mín saga hefur verið alveg gjörólík. Ég held að fjölmiðlarnir sem ég hef starfað á séu 14 og flestir hafa farið á hausinn eins og gengur hér í þeim heimi sem að skekur blaðamennskuna í okkar fámenna landi. En svo heyrði ég af manni sem að hafði fyrir skemmstu fagnað 60 ára starfsafmæli og í rauninni alltaf verið að gera sama hlutin. Og hann er kominn hingað til okkar, hann heitir Þorberg Ólafsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Þetta er alveg með ólíkindum. Maður náttúrulega trúir ekki þegar maður hittir þig að þú sért búin að vera hárskeri, klippa fólk og snirta skegg og svo framvegis í heil 60 ár. Já, og samfellt. Alveg samfellt. Ekkert hoppað í neitt annað starf. Nei. Nema kannski aukið við, tekið stundum svona helgar í upphafið þegar maður var að hefja starfið og koma sér fyrir og þá bætti maður stundum helgona við og við hjónin. Kona mín er hárgreiðslumeistari líka og við fórum út á land. Margrét Jóna Halldórsdóttir. Já. Hún á 59 ára starfsafmæli núna og er ennað með mér á stofunni. Þið eruð ótrúleg. Já, þetta er familíufyrirtæki, búin að vera það síðan 2000. Já. Þá átti fyrirtæki fyrir og breytti svolítið rekstraforminu og kona mín Margrét sem hafði unnið á Hótel Sögu í 14 ár sem hárgreiðslumeistari. Hún færði sig yfir til mín og sonar mín sem kom þá inn í starfið líka, Elmar, nýútskrifaður sem hárskeri og síðan erum við búin að reka þetta sem fjölskyldufyrirtæki og gengið ágætlega pluss 1, 2, 3 starfsmenn til viðbótar svona, eftir álagstímum. Þegar við nefnir að konaðin hafi unnið á Sögu, var hann að snirta hár gestana? Já, bæði og. Já, þetta var bara almennt stofa. Þetta er náttúrulega mörgum hótelum þar sem maður kemur út í heimi. Víðast hvar, lagt upp úr því. Já. Og jafnvel hér líka, svona eftir sem við erum komið. Já. En ég man ekki eftir, er þessi þjónusta enn í boði hér á einhverjum hótelum? Já, en þá á Hótel Sögu til dæmis, já. Já, það er þannig. Myndar hárgreiðslustofa þar hefur alltaf verið og hárgreiðslu og rakarastofa bæði þau. Sko, ef mér skjöplast ekki eða 60 ára starfsafmæli, er það þá ekki 65 sem að þú byrjar? Byrja að læra 1. nóvember 1965 þá
byrja ég að að læra á rakarastofunni í Sigurðar Ólafssonar í Eimskipafélagshúsinu sem var þá. Já. Stofa sem var stofnuð þar 1923. Já. Fyrsta fyrirtækið og fyrsta möblan sem var borin inn í það hús, það var rakarastóll. Já. Strax við opnum á því húsi og þannig vildum til þá að afi minn Sigfús Elíasson, síðar rithöfundur og skáld, að hann var fyrsti nemandinn þarna hjá Sigurði Heitnum Ólafssyni og bar þarna inn fyrsta stólinn. Þannig að saga á bak við það. Þar síðar verður tengdafæðir hans, Trausti Thorberg, sem sagt, giftu þá móðursystur minni. Hann fer það líka inn og lærið þarna frá 1944 til 48. Starfaði nú við það alltaf öðru hvoru, nánast alla tíð, hann Trausti, allt svona sem hlutastarf. Já. Var annars tónlistarmaður og spilaði með KK61 og svona gítarleikari og með ljósmyndaverslun fótóhúsi í Bankastræti. Ég var svona eldri borgarar myndu kannski þekkja til þessara manna eitthvað söguna, þá liggur þetta svona. Síðan kem ég þarna sem þriðji úr ættinni og læra á saumastofu í 4 ár og bætti við 3. Það var mjög gott að vinna þarna, þetta var stór stofa, þekkt á landsvísu. Ein af þeim fáu sem að lifði vel af síðahárs tímabilið sem var nú handa 68 til 73. Þegar þú nefnir það, ég var einmitt að hugsa þegar ég var að svona renna yfir efnistökin í þessu viðtali, hvernig ég ætti að nálgast þig í gærkvöldi áður en ég fór að sofa. Þá fór ég að velta því fyrir mér hvort þú hefur ekki verið svolítið óheppin með árin þarna skömmu eftir að þú byrjar að klippa. Þegar einmitt síðahárið, bítlamenningin og blómabyltingin kemur yfir, fóru kallar nokkuð í klippingu mánuðum saman? Já, öll aldurskeið kom bara talsvert sjaldnar, en öðru hvoru. Ungir drengir miklu síður vegna þess að það mátti varla hreyfa við hárin á þeim eða klippa á neitt. Miðaldra menn og eldri, þeir nú laga sig til öðru hvoru. En stofan, eins og ég sagði á, hún var stór og fjölmenn og þekkt á landsvísu og það voru mikil viðskipti þarna. En hún fór niður í það að við urðum 3 starfsmenn tíma og þetta var algengt vegna tískunnar. Já, vegna þess að það var sítt hár, það dró bara saman og miðaldra og eldri menn létu klippa sig sjaldnar eða snirta sig og Aflabrestur í hafi? Já, það má alveg orðað þannig, það er áþekkt og skal ég segja þetta var bara svona og tíma, eins og ég segi þetta var á árunum, ég byrjaði 65, þetta byrjaði í árunum 67, 68, þannig ég lendi í þessu tímabili sem það er hvað vest, sko. En við lifðum þetta af þarna, og ertu að og ég, eins og ég sagði á hann, ég bætti við mig svona helgavinnu og aukavinnu, fór út á land, ég setti upp stofu í Grindavík og í 5 ár var ég þar svona á 50 hverja helgi og mikið að gera þar á vertíð. Ég fór að stóra Hellu og Rangafjöllum, ég fór í minn gamla skógaskóla undir Eyjafjöllum og ég fór að Gunnarsholti á Rangafjöllum, þar var drykkjumannahæli svo kallað, 40 manna og ég fór á alla þessa staði og reynda þjóð og maður var að ná sér auka penning, bara maður harður að vinna. Og náttúrulega frábært fyrir þetta fólk að fá þjónustu. Já, það vantaði, það voru ekki hársnýrti þjónust á þessu stöðu, þannig að maður fiskaði þetta út og upp og fylgdi eftir og það hjálpaði mikið. Já. Sko, hefur alltaf bæði klippt konur og kalla? Eða? Já, ég er meira í herrafæginu og alltaf verið. Lærður fyrst og fremst sem hárskeri, herrahárskeri. Kona mín aftur, hún er dömu þjónustunni og er alltaf verið, sko. Já. Og svo tekur þú skegg líka? Já. Það eru skegg, það eru hárþvottar og allt þetta mögulegt. Einn og einn rakstur, ég kann það en ég raka nú orðið hægar heldur ég gerði. Ég gat náði góðum hraða þegar svona maður var í æfingu við það þarf talsverða æfingu og næmni, sko. Já, einmitt. Það er með dálítið beitt vopn og Ég fór einu sinni fyrir mörgum árum fúlskeggjaður
voru einhverju 2 kallar annarkvort á Njálsgötu eða Grettisgötu eða einhverstaðar einhver hotni þar. Veistu hvað ég er að tala um? Sennilega Leifur og Kári, já. Leifur og Kári, já. Snillingar, já. Já, mikli snillingar. Og annar þeirra rakaði mig sem fúlskegg. Mér langaði bara til þess að prófa það. Hvernig væri að láta einhvern annan? Einmitt, það langaði margan að prófa. Þetta gekk vel hjá þeim. Já, flinkir. Þeir eru flinkir. Þessi eldri kynslóð í Hársnýstingu sem voru kallaði rakarar, sannir rakarar, og þeir voru alveg ofsalega flinkir að raka með nýf, og meistarinn minn, hann fór niður undir 1 mínútu að raka mann, hann gæti verið rosa snögg og hann var svo mikil, þetta er bara svo mikil æfing og næmni, En hvað með þessar tískur? Hefur alltaf þurft að elta tískurnar eða hvernig er það? Já. Það koma að fara, auðvitað, Þetta var nú alltaf svona, til dæmis þegar ég er að byrja að læra, þá var þetta nú allt í voðalega föstu formi. Það var bara svona, móternir svona öllu jöfnu. Svo voru svo kallaða bustaklippingar. Og þær komu hérna með hernum, amerískir hermenn. Bæði sem starfuðu hér og erlendis, þeir voru mikið bustaklipptir. Þeir voru með svona flatan topp alveg, þetta var bara hálfgerður ferningur. Hálfgert kassalaga svona en rosalega flott svona. Og smitast innfættir af því? Já, það berst hingað, þessi bustaklipping, ameríska klippingu. Og maður lærði þetta þarna voru menn sem voru undan mér, Ágúst og Pétur Melsti og Garðar Skeving. Þeir voru mjög flinkir í þessu og ég náði þessu að læra þetta af þeim. Þetta var enn í gangi, Og mjög góð fagmennska og það var svona ein tískan, svona tíma, Fjaraði svo út, dálítið svona, en ekki alveg. Líði jafnvel enn, maður kann þetta enn og vinnur þetta enn. Nú, svo verður sítt hár. Svo kemur aftur millisíkt og snirtilegt og veltilklift og svo lýsla. Og svo fyrir þetta aftur orðið kannski eins og þetta núna dálítið ríkjandi snorklippingar bara hreinlega, mjög stutt. Með kambi og yfir og svona því miður, sem mér finnst nú ekki faglegt, en þetta er tíska. Og hún gengur yfir vantarlega og eitthvað kemur annað aftur. Vonandi fyrir sinna. Finnst þér að hár sé höfuð prýði? Já, það er það, sannarlega maður sér ekki annað sem fagmaður ég veit ekki, við tölum stundum að háskerarnir svona, við hittum svona 17 til 25 kallar á hundum og svona ræðum við þetta ýmislegt sem við kemur og hár tískunni og auðvitað finnst okkur það sem fagmannum, við viljum hafa hárið fallegt og sjá það en við segjum oft ekki neitt mikið að skipta okkur bara að því þó okkur líka ekki við háralagið það hefur bara hver sér stíl og á að fá að vera með það í friði. Hvort er algengara að kúnnin segi þér hvernig hann vilji vera klipptur eða segi bara, þú bara ræður þessu? Viðskipti á Hársnýstistofum eru þannig ótrúlega tölur að því leytinu til að það er talið að yfir 95% viðskiptana séu föst viðskipti. Við vitum hvernig kúnnarnir sem eru búin að vera með í árum saman á milli handana og ef við þekkjum ekki til kannski þá spurðum við nú aðeins viltu hafa þetta aðeins stýttar aðeins lengur og eitthvað líslagar en oft ég segi bara 90% tilvika veit maður þetta nokkurn veginn og maður spyrir hvað aðeins og svona og bara kurteislega þetta og því og viðskiptavinur svara bara ráttu þessu bara eða ég vil hafa þetta ykkur aðeins svona og hérna konurnar hafa aðeins áhrif og þeir koma með skilaboð frá þeim og með einhverju hugmyndir misjafna lengdir þá reynir maður að verða við því. En þegar þetta detturinn lausatrafík hefur ekki stundu komið fyrir þig að einhver kunni biður eitthvað sem þú sérð að hvorki mun fara viðkomandi né hreinlega er það kannski bara gerlegt? Já, þá var það bara rætt. Þá var það bara rætt svona, og maður gefur ráð og reynir að koma sem skilja hann og koma sem næst hans hug og þjónast eftir megni og stundum er það hægt og stundum ekki og þá skýrir maður bara það út og það verður bara niðurstaða. En hefur þér stundum liðið eins og stór slys færi úr stólnum þínum og þú fékkst ekkert að gert, það var bara þú þurftir að gera vilja?
Mjög sjaldan, ef nokkuð tíma. Ég eiginlega minnist, nei, ekkert stórslys. Nei, ekkert stórslys, bara svona smáslys. Já, það eitthvað svona kannski öðru seldan á að vera. Sára fáum tilfellum að kunni fari út í óvindi, það mjög sjaldgæft. Já, ég að tala sko ef kunnin biður eitthvað og þú veist að það virkar ekki en þú verður að gera viljans og svo horfur þú bara eftir stórslysinu. Já. Nei, það nú yfirleitt samtal svona sem að fer þá fram það og allir sáttir. Eins og ég segi það. Þú reynir að afstýra skaða ef þú séð það. Sjálfsögðu. En hvað með hárlitun, ertu eitthvað í því? Frúin sér það. Dömudildin sér það. Já, það er alltaf eitthvað það. Eru kallar orðnir jafnstór kunnahópur í hárlitun og konur? Nei, það hefur aldrei verið. Það er alltaf verið frekar lítið það en eitthvað, hárlitanir. Á tíma reyndu kall með permanent, það kom smá tíska með það tíma, hafðu svona stutt hár á permanent, vildi fá svona smá liði og svona eitthvað sko. Það dettur alltaf eitthvað svona, einhverja sveiflur inn, svona tískasveiflur, menn reyna ýmislegt og en dömudildin þær dömurnar sjá þá það að þjónusta permanent og það alltaf innan sama við og hárlitanir og annað slíkt. En sko heimurinn að breyta svolítið núna líka hárígræðslur. Dæmi það. Já, og jafnvel bara ungir menn, sko, menn undir 20 sem sjá að kollvíkin að hækka. Já. Þeir bara að skella sér til útlanda í hárígræðslur. Já, ég mæli ekki með þessu. Þú mælir ekki með þessu. Og þetta oft skelfileg mistök að horfa upp á þetta seinna mér. Er það, já. Men aðtú ekki alveg hvað að gera þessu tilfelli. Þú ferð hækkandi kollvík og svona vissir hár og líður illa út af þessu og einhverja hluta vegna fá menn ábendingum með að sé hægt að fara í hárgræðslu erlendis og hægt að gera hitt og þetta sko. Þeir sem fara í þetta og eru ekki viðvaraðir svona, segi ég frá mínu hjarta að þeir halda náttúrulega alveg áfram að missa hárið hérna í kringar sem við létu setja í ok, þá það hár áfram en hitt fer og fer. Skapast misræmi. Þetta enda með því kannski eftir 12, 15, 17 ár að þá ertu fann að sjá ör að þegar hár fært það fært kannski tekið hérna úr sem er mikið á þett lítill punktur með nokkrum hárum í færður en gati verður þetta hér þú missir hári kannski og þínist allt í kring og það fara að sjást ör hérna og þetta ekki fallegt þegar að frá líður þetta í upphæfi skildi endinni skoða segir maður allavega með þetta og ræða þetta vel áður en menn fara út í þetta en þetta erlendi stíl hafa menn verið að gera sér þetta að business selja þetta dýrt en þetta aldrei dýrkeyptur til lengur tíma litið. Misjafnar afleiðingar. Já. Sorglega sundum fyrir mér. Það nefnilega sko eitt af því sem dettur í hug að einkenni farsælan hárskera sé kunstin að lesa fólk. Já. Er það ekki satt? Jú. Já. Og það leiðir mig að næstu spurningu sem er það mjög ólíkt eftir þeim sem setjast í stólinn til dæmis hvort fólk vil spjalla eða ekki? Já, það það. Í starfinu verður maður oft fljótt næmur inn á þetta. Finnur þetta út. Því þetta kemur yfir frá viðskiptavininum. Já. Hvernig hann bregst við þegar hann kemur inn. Svona hans taktar. Og maður byrja strax eiginlega að spila inn á það. Svona, við erum ekki sálfræðingar en tilfinningarlega séð getum maður svona lesið þetta svona aðeins. Barþjónninn þarf að vera sjálfmenntaður sálfræðingur ef hann ætlar að vera góður barþjónn. Og það er kannski eins með þeim bransa. Og fylgir sjálfsagt flestum störfum, það ekki það? Mörgum. Já, en við svona sem fáum marga inn á stofuna á dag, dálítinn fjölda og svona. Þá þarf það að vera svona svolítið næmur á þetta og maður verður það meðvitað og ómeðvitað
næmur á þetta að lesa þetta svona sálinnar eitthvað svo liðslega suma þá ef þeir eru svona eitthvað í stuði þá tekur maður það bara strax og bara reynir að vera svolítið leikari og leika undir það og svona bara eftir því sem maður bara getur sko og hina lætur maður í friði þangað til þeir kannski byrja svona að tjá sig og eitthvað liðslega og þá bara hefja samræður maður verður bara að ganga þessa línu sko og það oft næmni svona leikni svolítið en það alltaf í góðu en eins og segi, maður lætur þá í friði sem maður finnur að vilja vera í friði og njóta þjónustunnar bara eða lesa blaða meðan Þöglir já. Eru þeir færri heldur en hinn sem spjalla sérstaklega því að þú ert með svo mikið fastakonahóp það náttúrulega Ég held að þannig að við Íslendingar yfirleitt mér hefur sýnst að á þessum árum og þess skurði þjóðfélagsins sko að menn séu nú frekar opnir og bara félagslindir og svona lifandi ekki margir svona sem var svona persónur sem manni finnst að séu lokaðar í sjálfu sér sko alltaf vinnarum allavega en að öllu jöfnu líflegt fólk og vill samræðu svona og vill tjá sig og sumum tilfellum það eins og sé þannig menn vilja fá bara útrás og reyðja í mann sumir bara láta allt flakka og þá maður sko viðbúinn því það ekki þannig Hefur stundum fengið eitthvað þekkt fólk til þín sem að hefur svona að segja má ljóstrað upp einhverjum ríkisleyndarmálum í stólnum? Já og það jafnvel oftar en ekki sko og þá verður maður að kunna meta það að þegja á réttum stöðum að láta ekki fara lengra vegna þess að stundum hefur maður haft á tilfinninguna menn sé að segja manni meira heldur en eigi að segja einmitt af því að stundum talaði það að sögur fari í gegnum rakarastór og fari út á markaðin eitthvað svona en hérna og gæti ekki að sér og ég reykja mig á það og þá hugsa maður þetta er komið til mín það fyrir ekki lengra þetta oft verður ekki á öðru hvoru verður þess að var En það er kannski ákveðin hætta á næsti kunni í næsta stól heyri eitthvað viðkvæmt það er nefnilega stundum þannig maður bankar í hérna til að gefa merki það er svona ef maður kveikir að maður verður að vera stundum næmur þetta þegar að umræðan fer út í svona viðkvæmt umræðum það kemur fyrir ekki algengt en þessi tengsl sem á milli þín og kunnans hefur orðið einhver breyting svona samskipta breyting eða eru hættir okkar þeir sömu og fyrir 60 árum þegar við göngum inn á rakarstofu eru tengslin grennri í dag, voru þau dýpri áður þegar við vorum færri og einangraðri eða hvernig er það? Sko, talandi vinskap og viðskipta vinskap þetta liggur mjög náið fyrir manni og nærri það verða mjög góð tengsl þegar menn fara að kynnast og viðskiptavinur kynnast fyrst og vera að koma oftar og ég tann ekki í gegnum mörg ári, jafnvel 20 ára þá er náttúrulega orðin vinskapur og vina tengsl og viðskiptavina tengsl og þau verða rík og sterk og þau verða ríkar og sterkar eftir því sem á líður skilur en svona kannski framan á og í upphafi með maður þekki náttúrulega viðkomandi svona óskup lítið og þá finnum maður kannski minna fyrir þessu en þetta skapast og ávinnst með árunum og hérna ég merki það ekki beinlýs að það hefur verið neitt minna á það sko maður veldur oft fyrir sér orðinu vinskapur og vinir það er djúpstætt sko horfum oft svona hugsa til mann og eldri mann upp í sveit á sínum tíma þegar maður var alast upp þar þetta var eitthvað svo einlægur og djúpur vinskapur á milli manna og bænda svona og hérna svo fannst maður kannski annar vinskapur sko geta líka verið það var svona fjær þú varst ekki mikill vinur en þú varst vinur samt og ég reyndi á þá komst þú og hjálpaðir og eitthvað svo litla en þessi vinskapur hann er alltaf til staðar og í
þessu starfi verður hann mjög náinn og nánar eftir því svona sem að bara kynnist betur og lengur og allt það. En sá sem kemur í fyrsta skipti, sko, manni dettur í hug að hann sé síður móttækilegur kannski fyrir tengslum út af þessu fyrir bara hér. Já, jú. Hann vilji kannski bara vera í símanum og með og klippir hann og svona gefur lítinn sjens á sér. Já. Eitthvað til í því? Nei. Að fara að fela sig á baku síman. Já. Fær hann það ekki? Tekur bara síman á þeim? Jú. Frjálst ef vill. Já. En það voða frekar sjaldgæft. Ég skal ekki segja með unga fólki, það sé svona með þeir að bíða eftir meðan einhver litunir að ganga gegn í hárun einhver fleiðslag og fær tíma, þá er það bara sérst að lesa bók og þú fær frið með það. Men þetta ekki þannig, nei, og minna það að menn sé að lesa blaði í stólnum heldur en var og svona, menn eru bara upplifa og spjalla, sko. Það kemur fyrir og menn grípa síman eitthvað þess og vilja fá að svara eitthvað ringingu og svona en það er ekkert sem bagar mann í vinnunni og ekkert mikið það en kemur fyrir. Þá dettur mér í hug sko að þarna séu enn eitthvað sem við getum kallað helgvé að hérna stundin hjá rakaranum, hárskeiranum, klipparanum hún sé ennþá helg hvað það varðar að þá noti kúnnin tækifæri til þess að sleppa frá áritinu sem að fylgir nýju tækninni. Þetta heilög stund og upplifun sem tilfellum. Getur maður sagt. Já, er ekki? Jú. Já, það gott að það hefur ekki breyst. Sko. Nei, ég myndi segja það. Það lægi þannig. Ég náttúrulega sko mörg okkar upplifa svona aðeins meiri fjarlægð og aðeins ópersónulegri nálgun í kemum sem áður kannski voru með öðrum hætti að manni finnst eins og maður kannski bara rausa eins og gamall kall öskrandi upp í skýin ég veit það ekki Þetta rétt að þér ég hef gegnum tíðina hérna ég sýnt aldrei mikið íþróttastarfi minna núna í seinni tíð Varst ekki stjórnarmaður í Valingi? Já, og hérna skal ég segja þér þetta verið var við hjá unga fólkinu að til dæmis ég lenti með ferðahóp núna ekki alveg fyrir hans löngu síðan og hérna og þá varð ég varð það þegar leikunum var búin og þeir voru komnir á sinn stað á leiðinni heim allir komnir í síman og hérna og þá fannst maður einhvern veginn að vantaði þetta samtal milli liðsins tala leikinn og eitthvað eftir leikinn þetta var alltaf hérna fyrir árum ég kemur nú 1980 inn í íþróttastarfi 79 fyrst sem hann stjórnarmaður og viðriðin val og ferðast mikið með leikmannunum hérlendis og erlendis þá var síminn ekki til staðar þessi þá var miklu meira svona spjall íþróttinar gerðu upp leikinn í samtali á eftir og hver skildi stefna og ég held að þeir sem vinir hafi náð svona betur saman fyrir bragðið í félagsstarfinu þannig að þessu leiti til kannski truflar símins eða klippir á þetta dáldið eða slítur sundur Varstu á tímum mulningsvélarinnar svokölluðu? Já, ég kem þarna inn í restinni, ég var stjórnarmaður í Hanglaðsdeild Vals í 9 ár og 1 ár hérna á Hanglaðsráði Reykjavíkur og þetta var bara skemmtilegur tími ég var ekkert leikmaður, ég var bara stjórnarmaður og ferðaðist með þeim vitt og breytt Ótrúlega tímabil Já, skemmtilegt ég hafði verið knattspyrnumaður áður og yngri flokkum í Val og svo bara gegnum tengslinn þróast þetta í stjórnarstjórn í Hanglaðsdeildinni Þú fórst einhvern tímann í keppnisferðalag til Sovjetríkjanna með Val og lendir í einhverju vandræðum Þú ert búin að heyra fákvóður upplýsingar ég Já, viltu segja okkur aðeins frá því stuttumáli Já, við fórum hérna í æfingaferð, keppnisferð Valsmenn höfðum ráðið hér rússneska þjálfara til starfa hjá okkur í deildinni Boris Agbasiev sem var hér lengi og 40 ár og gerði mikið fyrir íslenskan handknattleik og var hér aðstoðarþjálfari með Þorbirni Jensinni landsliðsþjálfari en hann bauð þarna upp á það að færum í æfingaferð til Moskvu og tækjum þátt í móti þar sem við gerðum í Moskvu og fórum svo Svartahafi líka en þar sem við vorum þarna í Moskvu þá var okkur alltaf bóðið svona upp og ýmislegt að skoða og sightseeing-túr var sem að það og fórum í hérna Moskvu sirkusinn
náttúrulega rosa stór sirkus, sko, stærsti sem hafa komið í og allt stórt í Moskvu og allt stórt í Ameríku og allt sem það vitum við. En í Moskvu var það þannig. Og við erum í sirkusnum og þegar við stöndum upp í hlénu svona og labba fram og út á gríðastóra svali fyrir utan svona og fólk var á hlénu, sko. Þá mér lítið svona bara svona yfir og þá sé ég svona svip sem ég kannast við, 15-20 metra fjarlægð. Ég fatta það strax að þetta kunningi minn frá Íslandi og ég segi við strákana sem við vorum sátum hann í 2 röðum svona, bara allir í hóp og svo ég segi bara þannig Lúðvík Jósefsson. Nú, hvað séu það hann? Já, hann þarna að fara að labba þarna, fara hann út á bekknum og undan okkur og hvernig séu það hann? Hvernig þekkir það? Þú sér bara hnakkan hann á hún? Já, ég nú búin að standa það oft fyrir aftan Lúðvík að klippa hann að ég þekki nú hnakkasvipinn, ég þarf ekkert að sjá andlitið. Og já, svo ég sagði, ég skal leiða ykkur til hann svo eftir, við skulum hitta hann bara. Ég var átt að hitta svo, ég væri hann í fararstjórn, svona, því ég var í stjórni, það var svo mikið fararstjóri og var bara einn af farþegunum, en hvað með það? Svo við eltum Lúðvík, hann út og niður. Hnakkan á Lúðvík, þú eldir hnakkan á Lúðvík. Já, hnakkan á Lúðvík, hnakkasvipinn. Og þannig, og niður á svalinn og þannig út og við allir í hóp og jú, þá sáum menn að þegar hann fór að snúa sér þarna eitthvað og spjalla að þetta var hann. Já, okkar maður. Jep. Í Moskvu. Já. Og við til hans bara og ég geng að hann fyrstur og rétti honum hendina og ætla að fara að heilsa honum. Hann tíkir á stundinni og hendur aftur fyrir bak. Þeir heldur alltaf að drepa hann? Já. Og og drenginir í kringum mig, þeir svo sem skildi ekki þessu upp og en þá leiðir eftir Lúðvík þetta strax, sko, með einhvern þeim orðum að gera þeim skiljanlegt að láta mig vera, sko. Talaði hann rússnesku? Nei. Já, ég man það nú ekki. Jú, hann var einhvern veginn komað því til skila. Þá voru þetta lífverðir hans, 4 hraustleikar menn sem voru svona við bara snöggir, sko, að bara þeim leiður rétt honum hendur alltaf heilsónum. Þá var hann bara gripinn og en það tók bara 5-7 sekúndur og svo maður með sleppt og allt í góðu og svona 4 ungi menn eftir og lífverðars og við Lúðvík náttúrulega reyndum þetta svo eftir þegar við komum heim og ég klippti hann seinna og skemmtileg uppákoma svona bara sjálf og síðan menn bara á nú aðeins svona eigna blik en Þessi saga hefur ekki verið færið til bókar í íslenski stjórnmálasögu, það? Ekki svo ég vildi til. Nei, en við Lúðvík, við mittum sér rátt, hann var góðu vinur minna Lúðvík, ég rek nú ætti mínir aðeins austur og ég kynntist þessum gömlu góðu alþingismönnum alveg rosalega vel og þjónustaði þá. Lúðvík og Ingvar J. Gíslason, síðan menntamálaráða, Eysteinn Jónsson, þetta voru þegar ég var þannig á Ragnarssoni í Einskipanni í þessi 7 ár, þessi menn kom allir þangað. Þetta voru miðborgarmenn og þannig í Alþingi og svona og margir fleiri heldur en þeir alþingismenn og minnistæðir karakter sem að maður þjónustan sinni. Já. Sumir segja fjölmiðlamenn hafi bara áhuga á öðru fjölmiðlafólki. Ég nú ekki þeirra gerðar. Nei, ekki heldur það. En eru einhverjir svona þekktir, látnir fjölmiðlamenn sem hafa verið í þínum höndum? Já. Ég var náttúrulega með stofuna þarna í þó nokkuð mörg ár, sko, í gamla sjónarshúsinu, sko. Já. Þeir komu bara, flestir allir til okkar. Já, komu bara eiginlega allir. Markus Örn, Ólaf Ragnarsson. Já. Auður, Heitur Guðnason. Við vorum að horfa á þínar klippingar daglega á þess að áttu okkur á því. Já. Í sjónvarpinu. Já. Og það svona enn, við höldum allir sem unnum í gamla sjónarshúsinu þarna. Já. Laugu 176. Við höldum allir félagskap, sko, borðum saman hérna inn í Þróttarheimili, Gunnar Baldursson þar, fremstur flokki heldur hópna saman og við erum hérna 17-20 kallar sem að borðum hérna 8 sinnum ári, einu sinni í mánuði í veðartíman. Og þarna hitti maður þessu gömlu góðu, Ólaf Sigurðsson fréttamaður og nú þekkir hann og Markus Örn kemur hérna, hann nú svona fjölskylduvinur minn eða okkar og vinur bróður míns í framanna hérna langa tíð. En
hefur það ítrekka gerst að það hefur orðið ekki bara viðskiptavinátta, heldur bara svona sönn vinátta á milli þín og kunna og þú bara farin að hitta fólk utan stofunar sem þú kynntist í stólunum. Já, það alveg dæmi þess vegna þess að þegar við erum að vinna þarna fjölskyldan nánast, þá þetta menn og konur alltaf því orðið fjölskylduvinir, maður getur alveg sagt orðað þannig í sum tilfellum, þetta eru það náið samskipti og persónuleg og svona, það nálgast það alveg og fer alveg út í það að vera bara góð vinátta. Klipptur Jónas Kristjánsson, ritstjóri á DFF? Ó já. Þú klipptir hann? Við vorum góði félagar, ég klippti hann Jónas í yfir 40 ár. Í yfir 40 ár? Og þau Kristín voru viðskiptavinir hjá okkur. Sko, hann framöndi lok og það það æfi og hérna, já, við kynntumst vel. Jónas sagði að Íslendingar hefðu það helst á móti spillingu að komast ekki í hana sjálfur. Já. Það var eina af þessum eitruðu pillum sem hann sendi eigin þjóð auðvitað með húmorísku ívafi en það er eitthvað til í þessu stundum hjá honum. Var hann sko talaði hann eitthvað um vinnuna í stólunum? Já, sko, ég veit ekki. Það er ósagt að Háskinu komist ansi nærri persónuleika viðskiptavinarins. Og ég held að séu margir sem trúa því ekki hversu ljúfur Jónas var og bara fínn náungi og prakkari. Ég segi það alveg, var það bara þannig sko. Það var strákur í honum. En hann var líka með hina hliðina eins og við, og þú þá sjálfsagt þekkir sko, nagli svona sko. Hann leit á þetta bara sem sitt starf að vera svona, bara lék það stundum svolítið líka, en hann hafði gaman, hann var húmóriskur, hafði gaman að mörgu og hann hafði svo sem gaman að þessi mér af því ég hafði verið í sveit og var kunnur sveitastörfum og svona og við veitum hvernig hann var stundum svona í bændurnar. Skrifum sveitir landsins og bændurnar þegar framsóknarmenn náttúrulega bara lögðu fæð á hann hérna árum saman og íslenski bændur. Já, hann gaf þeim líka hressilega inn og fengum bara sín skamt hjá honum. Jónas ætlast alveg þess að hún væri svara fullu málsi og það var nú eitt samtal okkar sem barst nú út á stétt og var nú svona svolítið frækt, en ég ætla ekki að segja mikið frá því hér en það barst út fyrir okkur svona hálfparti lendi saman en ég lét hann bara hafa minn skamt við högtumst það vel ég lífði honum ekkert eldur en það var fín ég saknas að hann var svona hvatamaður, hann vildi lagði nú að mér ég myndi gera ákveðin hlut og það myndi skrifa svona starfsæfisögu ég hef svolítið fengist við það svona að skrifa fyrir skúffuna svona ýmislegt og hérna meðal hann að skrifa þó nokkuð minningagreinum og þegar ég var að byrja að skrifa þær eitthvað svona og var í vafstir með þær þá fór að segja honum af því eitthvað þá sagði hann sendu mér þær, ég skal hjálpa þér eða sýna þér og kenna þér svona. Hann gerði það. Það er forréttindi að fá slíka leiðsögn frá Jónasi. Já, hjá honum. Já, ég lærði það. Hafðu greinarskil og hafðu setningarna stuttar og notaðu punta og komur meira heldur en að þið finnst þurfa og svona ýmsar ábendingar svona sem hjálpaði. Ég held að sé kannski engin blaðamaður sem hefur lagt mikið upp úr góðum fréttastíl og knappum og skýrum og Jónas. Já, og hafi ekki greinarnar of langar manni og eitthvað svona lagað sko. Og ég hef reynt þetta allt sem mér finnst ég lærði af hann hyggstalaust alltaf svona smátt og smátt ég fór aldrei neitt í námskeið til hans út í háskólan eins og þess að því miður en það var ekki á því en hann hvatti mig svona til þess að skrifa meira á svona lagað en nú er hann fallið frá og hvattinn ég veit ekki hvað maður gerir. En ertu með drög að þessari starfsæfisögu sem hann stakk upp á? Já, ég hef skrifað ýmislegt niður og ýmislegt í skúfunni og svo man ég og kannuð við það. Alveg hreint. Það er maður sá sem á dagana drifið í þessu starfi. Það er fjölbreytilegt, félagslegt og maður hittir x marga á dag eða viku eða mánuð hvernig maður orða það.
maður veit ýmislegt og svona og getur lagt út hérna á spaugilegan hátt. Þetta nærir þig enn andlega og félagslega. Já, sannarlega. Já, að hitta fólkið í stúlunum. Ég hef aldrei kvíðið því neitt að mæta í vinnu og ég reyna að vera að mæta stundvíslega og hafa góða viðvöru sko. Og gefa mig tíma allan sem að þarf í þetta. Tek mér vísu mín frí eins og bara gerist og gengur. Nei, nú ekki alltaf fullu sumarfrí að sumri til en maður svona týna það út yfir árið og þannig vinnuna hef ég og hún næri mig vel. Já, mér líkar vel í þessu starfi. Þetta er skemmtilega starfi. Ég sé aldrei eftir að hafa farið í það. En ef ég á skjóta inn í að þá var það þannig að fyrstu hugmyndir mínar eftir ég útskrifaði sem gagnfræðingur frá Skógaskóla undir Eyjafjöllum að það var í ykkur þetta vegna ég var búin að vinna þarna sumarið 62 áður hérna í Reykjavík Grindarjó þá hérna var ég búin að grípa þá hugmyndi hún að ég vildi vera barþjónn. Já. Leit svo sem ekki Sálfræðingurinn í þér? Já, eitthvað svona þjónustu línu starf. Það var eitthvað ríkjandi í mér svona og hérna ég hafði kynnst strákum svona kringum knattspyrnun og svo litla lagað og þjónar og svona og þeir voru, sko, þá voru þjónarnir í smoking, skilur við, sko. Já. Á börunum, barþjónar. Mér fannst þetta rosalega flott. Og sama tíma ég hafði unnið í Herradel Pjó og selja föt og þá þetta stakk þetta mig eitthvað rosalega býtti okkur ekki fara bara í smoking og fara bara inn á bar og vinna. En faðir minn, hann var nú svona átti hann til að taka svona á því aðeins, svona eins og gerist og gengur og sínu félugum og hans kom til mín alltaf eins Þorberg vildi ekki fyrir að verða rakari, það er snirtilega starf líka og fallegt og flott og eitthvað svona og annar vinnutími og nei, við langaði eitthvað að prófa svona, var eitthvað búin að leita fyrir mér út á Hótel Sögu þarna sko og pabbi vissi eitthvað því þá fór hann alveg að líða það mér óaðvitandi fór að tala við Pálmeistara í Eimskip svona rakarameistara sem var jafnaldrans og vinnur og spurði hann hvort hann vildi ekki taka mig í nám bjóðaði samning já. Páll var þannig gerður og sveit sjálfur að það var eitthvað ríkjandi í þá að taka frekar stráka í nám sem var utan á landi þetta var víðar já, það var í honum allavega þetta var víðar svona sko sveitakrakkarnir voru náttúrulega flestir búnir að þurfa að leggja á sig ákveðna vinnu já. Komin ykkur ægi og stjórnun og vinna svona sko ég var ykkur svo endaði með að pabbi réði þessu eiginlega 17 ára gamall að ég kom þá að vinna utan á landi mitt og smíða vinna hann sem ég var að vinna á Hellu svo var stað og þá var þetta þannig að þú fékkst reynslu tíma í náminu 3 mánuði sko og pabbi talaði mig inn á það að hérna taka þessi 3 mánuði til reynslu svona og svo var hann alltaf að tala mig inn að þetta væri annað vinnutími og eitthvað svona skemmtilega starf allt sem að það og Páll að sækja á að lista á ágætlega og taka mér sem nema og það varð úr en seinna mér þá spurði ég pappa að því hvað lagður svona stíft að mér ég því rakar eitthvað mátti ekki vera barþjónn já ég taldi svona vissara svona að genónu kannski að það veri betra að hafa því hinum með við bólplötuna og það kannski reyndist það alveg rétt já. Þannig að það er beint eða óbeint pappaðinum að þakka að ég er að tala við því hér 60 ára starfsamali sem rakari tvímælalaust og get ég nota þetta á börnin mín ef mér finnst að þau séu að villast eitthvað að leið og ég vilji að þau að fara ákvæmna götu að ég bara segja nei, bara hlýtu pappaðinum nei, ekki endilega, en það er alltaf að leiða þau má þess að segja að hlýtum að fara allt þetta ég segja, þetta er svona föðuleg umhyggja og lækni við að stjórna afkomendur sínum hlýtur að vera sem að ræður því, hafa áhrif á
og hafa kannski mömmuna með í ráðum líka, svona, það er hægt að fara lúsa bakvita. Ég að grínast, sko. Ég veit það nú, ég ger mér aldrei skrín fyrir því. En þetta er svona, þetta aldrei, sko, og hérna. Þannig, já, þetta var spennandi. Ég sé ekki eftir einustu mínútu, þetta var mjög gaman og ég ekki sagt það að hérna, það sá tími sem að koma upp núna í COVID-inu, sko, og lokað á okkur hann stofunar í tvísa sinnum 6 vikur. Einmitt. Og þá var maður nú í sumarbústaður sem Dreyjafjöllum sem ég er með þar og eitthvað heima, sko. Þá hugsaði með málið þannig býtu við þyrðu, er það þetta sem þú vilt? Hætta að vinna og svona fjarlæga starfið eitthvað frá liðslega? Ég kann bara ekki hugsa það. Ég vildi bara komast í vinnuna og ég var fann að sakna viðskiptavinnuna og spjallsins og verið eitthvað í burtu, sko. Og ég fann það bara að það var ekkert komið tími til að fara að hætta neitt og þó að vera eitthvað að nálgast 60 árin og nú er ég orðið það og ég sé nú ekki fram á að ég hætti neitt alveg á næstunni en við sjáum til. Þú hlýtur að vera einhverstaðar á milli 78 þessar ekki? Ég er nú að vera 78 ára núna í mars, já. 48 módel, gamli landróðurinn. Já. Og það hillir ekkert undir starfslokk á meðan þið líður svona? Nei. Traustur? Nei. Ég á mín drjúgu viðskiptavinnum og... Hvar er stofan í dag? Laugu í 178. Já. Ég er búin að vera hérna fyrstu 7 árin var ég náttúrulega... Ég er inni búin að vera á launamarkaði síðan 1962. Fyrst ég herra til Pjó þarna eins og ég áður sagði þarna í Póstustræti 14. Síðan fór ég í námið, þá var að Póstustræti 2. Svo kem ég hingað upp á Laugaveg og kaupi hlut í Rakarstöð Vesturbæjar sem hét þá og Laugavegi 172 í Hekluhúsinu gamla. Voru þar í leiguhúsi fyrstum sinn og svo var eitthvað sagt upp þar, þá fluttum við í gamla sjónvarshúsið, Laugu 176, sem vorum í nokkur ár. Síðan Laugu 178 sem við erum nú, en fyrst vorum við þar út á horninu í leiguplási, en svo eignuðust við húsnæði sem við erum í núna. Þannig ég er búin að vera hérna á Laugaveginu síðan 1972, á svona eins og ég segi á stéttinni hérna á þessu svæði og það er alveg indælt maður ef fyrirtækið voru þekkt hérna á þessu svæði, þannig að það skiptir óskaplega miklu máli með svona fyrirtæki, það er viðkvæmt að flytja það, hingað og þangað og víst aldrei hvað þú lendir út af leiguhúsnæði. Þannig við erum búin að vera heppin með það að geta verið hérna á þessari línu, þó í sitt hvoru húsin hafi verið tíma en þarna sem við erum núna erum við búin að vera í 25 ár, síðan 2000 sko, í þessu plássi sem við erum í núna og þar áður vorum við búin að vera í húsinu frá 79. Þannig það er góð viðvera á þeim stað. Og sagan ekki öll skrifuð enn? Nei, ekki alveg. Nei, sjá hvað líður sko. Þetta er magnað. Ég þakka þér kærlega, Þorberg, fyrir að koma hér og ræða aðeins við mig þetta magnaða starfsamæli og það svona, hefur verið hugmynd mín að vera iðnari að draga upp svona lítt sýnilegar eða ósýnilegar kundagshetjur sko og svona varpa ljósi á ævi og störf hins almenna manns. Já, það er vel gert að gera það. Er það ekki? Vel þess vert, jú. Já, en búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Ég sé margir og víða svona sem að væri hægt að benda þér á. Já, endilega bara. Að fá í svona spjall, það hafa margir sína starfssögu að segja og geta sagt vel frá. Þið er búin að sína það núna hérna með tilkoma þessara stöðvar að þið er að ná til margra í svona, sem svona spjallstöð. Já. Ekki endilega alltaf pólitíska, það er bara heilt líka. Ég reynir nú bara að forðast pólitíkina. Sko. Já, þú gerir það, en það er svona, hafa það með, þetta er allt saman, tala við fólk. Já, maður er náttúrulega samfélagspólitískur, en það er eitthvað annað heldur en að vera eitthvað svona flokkspólitískur. Já. Það er maður að gera, maður er alltaf eitthvað pólitískur, það er bara... Annars þá maður bara einhver bjáni. Já, fylgjast, maður verður verið inn í, og ekki síst í þessu starfi, þá verður maður að vera svona svolítið inn í að geta rappað meðlum málinni sko. En mér finnst sko eins og þú núna, mér finnst þú víkka út þennan ramma sem að flestir fjölmiðlar hafa og bara rétt í lokin Þorberg áttu einhvern alnafn á því að
Maður náttúrulega Þorbergur þekkt nafn á Íslandi. Þorbergur og Þórbergur, já. Og Þórbergur, já. En Þorberg, ég þekki enga aðra. Nei, ég sennilega sá einu á Íslandi sem ber þetta nafn, sem fornafn. Já. Þetta sem ég best veit. Þú ert einstæður. Já, að því leitinu til. Ég skýrður í höfuð og ömmu minni Þorbjörgu frá Efru-Valdamundur Eyjafjöllum, Bjarnadóttur. Já. Og þá var þetta Þorberg bara. Já. Síðan var annað frændi minn sem hét Guðjón Þorberg, hann fallinn frá. Hann bar þetta nafn líka, sko. Mér ekki kunnugt neitt sem ber núna, ég held ekki, samkvæmt Íslendingabók. Engin Þorberg. En hérna, já, Þorbergur og Þórbergur, það til. Já. Eitthvað það, sko. En svo frá því að segja, sko, synir okkar líka, þeir heita frekar svona sjálfgjöfunöfnum, frekar sjálfgjöfum. Ég og 3 syni hjónin, ég og Margrét. Svo elsti heitir Þormar, konditor, kökugerðar og kökurskreitingamæður í Danmörku. Við tókum þar 3 stafi framan af hvoru nafni, Þor og Mar. Þormar. Já, Svo kom Elmar, nummer 2, sem með mér með okkar á Hásnisstofunni, sko. Já. Móðir mín hét Elsa Kristín, sko. Já. Og hún dó þegar ég var mjög ungur og þá var ég uppalinn hjá föður sem hét Margrét. Já. Hann var skýrður í höfuð þeim báðum Elmar. Já. Svo fæddist 3. herramaðurinn, seinna, sko. Og þá ætluðu nú allir að fara að skýra fyrir mann. Rúnar og Sigmar og Guðmar. En við vorum nú ekki alveg á því. Nei. Svo kona var eitthvað með hann svona á brjósti held ég og eitthvað svo liðslega pínlítinn og smöglega hvað ættum að skýra hann og segi eitthvað svona Frey og Freyr og eitthvað. Svo ég segi bara, heyrðu, hvað? Akkur bara ekki Freymar? Já. Ekki svo galið, fórum eitthvað að hugsa það og ég hringdi í vinn mig hérna íslenskufræðingi í háskólanum. Já. Spurði hann að því hvort að þetta væri ekki alveg samkvæmt fyllilega íslensku máli og hann hugsaði sig aðeins og sagði, jú, blessa skýrir drengin Freymar. Það fyrsta nafni á Íslandi. Það til eitt sem heitir Fríðmar, en skýrðu drengin Freymar, það alveg sem fellur fullkomlega íslensku nafni. Þannig að þetta eru Þormar, Elmar og Freymar. Já, skemmtilegt. Og svo voru að spyrja hvað hefðu gert ef 4. barnið fæðist og kannski verið stúlka. Já, hún hefði heitað Dagmar. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona eitthvað snúningur á ættarnöfn. Já. Bara innlimið. Já. Skemmtilegt. Já. Það viti svona, finnst þetta mörgum svona svolítið skrítið, en hérna þetta er samt ríkt í hugum marga sem að þekkja svona til okkar í kringum okkur og hafa bara gaman af. Og eru ekki börnin ána með eiginöfn? Jú. Já, það er nú fyrir miklu. Fullkomlega og það tekir bara allir nokkuð mikið til þess koma. Einmitt. Já. Kæra þakkir fyrir ekki bara spjallið, heldur alla þessa þjónustu í 60 ár. Kærlega, sömuleiðis, gaman að koma hingað. Virkilega gaman að hitta þig og gangi þið vel. Takk fyrir sömuleiðis, gangi ykkur vel hér. Takk. Og áfram veginn, meira efni hér eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Þá höldum við áfram umfjöllun samstöðarinnar bækur. Það er að nóg að taka fyrir þessi jólin. Hér er ég með bók sem heitir Þegar hún hló. Hún er eftir Katrínu Júlíusdóttur sem eitt sinn var ráðherra, ef mann rétt. Hún grípur mann svolítið svona á bakinu. Hér segir umdeild fjölmiðlakona finnst myrt út á Granda, en hún hafði verið að taka þátt í Reykjavíkur maraþóni. Og Katrín er komin hingað að Rauðaborðinu til þess að ræða þessa bók. Vertu velkomin. Takk fyrir. Til hamingju. Takk kærlega. Þegar hún hló. Já. Flottu titill. Já, hann kom til mín þegar ég var að því að sko, þegar ég áður en ég byrja að skrifa, að þá, það tekur eiginlega svona styrsta tíman í ferlinu. Þá er ég búin að hanna karaktera sem ég leyfi að synda í höfðun á mér. Okay. Og þá reyni ég að ímynda mér hvernig
bara presens þau hafa þegar lappin á kaffihús, hvernig röddin í þeim hvernig lyktin af þeim hvernig þau hreyfa sig og hvernig þau hlæja og hvernig þau bara eru í lífinu. Þannig að því þeir eru búin að því að þá er svo miklu auðveldar að skrifa persónurnar. Og það var einhvern veginn, þegar þessi karakter var að koma til mín að þá einhvern veginn stóð svolítið upp úr þessi hlátur sem kom einhvern veginn varð til í hausnum á mér hana. Og líka bara að því að hún við skulum segja, hún svolítið óforskömmuð og hún hlær með afar sérstökum hætti. Og ég ætla ekki að segja samt meira vegna þess að það hefur ákveðna þýðingu í bókinni. Og svona þannig að þetta gerist þannig og svo einhvern veginn bara verður þetta vinnutitillinn á bókinni, alveg svo Sigur sem fyrri bókin mín, það var vinnutitill sem síðan einhvern veginn bara passaði. Og þannig að mér fannst hún ég spáði að hafa punkta þegar hún hló, punktur. En þetta stendur betur svona. Ég er sammála. En þetta finnst mér áhugavert að heyra þig lýsa því í þessu ferli. Það er nú mjög mismunandi eftir höfundum. Maður er búin að spjalla við svo marga höfunda að maður veit að kannski engir tveir vinna alveg eins. En skiljiði þá rétt að karakterarnir ertu þá ekki, þeir koma semst á undan sögunni? Þeir koma undan söguþræðinum, en þeir koma samt samhliða að ég er eiginlega alltaf með svona upphaf og endi, það er svona og það er í raun og veru og hvert í raun og veru þemað hvað ég er að vinna með alveg svo í fyrstu bókin Sigri, þá var ég að vinna alltaf með bara hugmyndina síkópata sem klár hvað gæti hann gert í mínu umhverfinu sem við þekkjum. Hversu langt gæti hann gengið og hvað gæti hann komist upp með áður en að hann er annarkvort bara tekinn eða einhver stoppar hann. Og yrði hann stoppaður, það mögulega, gæti venjulegt gott fólk á endanum einhver hluta vegna stoppað hann eða snappað. Þannig að það var svona þeiminn þar. Núna var ég meira að vinna með mjög svona ég ætla ekki að sálgreina hana en hún er svona meira kannski hefur narsista rófinu eitthvað staðar, persónuleika röskun en allavega mikill svona það snýst allt hana og þannig að ég veit þetta og ég veit af hverju viðkomandi er myrtur þegar ég byrja þannig að upphaf og endir er komin og svo segja karakterarnir bara finnum við leiðina þangað saman í raun og veru. Ég veit þetta hljóma fyrirlega. Maðurinn minn tala alltaf svona við mig og ég var alltaf bara, þú veist, hvaða svo bara er þetta svona. Mér finnst þetta alls ekki hljóma fyrirlega. Mér finnst þetta hljóma skipulega og maður þarf líka að hafa ákveðið skipulega. Já, en skipulega mitt er samt meira þannig að við erum náttúrulega oft kannski aðeins ólík með það hvernig við hugsum og ég hef alltaf verið með rosalega myndræna hugsun, ég er með svona bíómynda hugsun, ég sé bara hluti rosalega lifandi og svona senur þannig að það hjálpar að því að ég skrifa ekkert niður strax ég bara leyfi þeim að koma að því leiðum maður komið með þetta svona í puttana og karakterinn er lifandi með manni þá einhvern veginn er eftirleikurinn aðeins auðveldari þá er sagan auðveldar að segja söguna að því þú ert ekki alltaf að staldra við og hanna karakterinn á leiðinni ég prófaði með þessa sögu að því að Sigur kom þannig að ég skrifa breytt kafla eftir öðrum og leiði þessu bara svona svolítið að flæða en svo hugsaði ég nú ætla ég að vera rosa skipuleg nú ætla ég að setjast niður og ég ætla að hann bara teikna upp plottið að því ég hafði hlustað á einhvern höfund verið að lýsa voru 2 höfundur að vinna saman þau höfðu unnið að þannig voru með svona miða á borðum og voru svona raðis öllu upp og eitthvað og ég hugsaði þetta geti henta mér því ég er svona í vinnu dagstaglega mjög bara býsna skipuleg þannig ég hugsaði kannski er þetta eitthvað fyrir mig og ákvað að prófa og byrja á þessu og svo byrjaði ég að skrifa svo ankeraðist ég bara í einhverju formi og það kom ekkert þannig ég hendi bara því sem ég var búið með byrja upp á nýtt og leiði því bara koma aftur svona kafla eftir kafla þannig að það er bara mismunandi hvað hendar svo maðurinn minn til dæmis er rithöfundur Bjarni M. Bjarnason og hann er rosalega hann er með pennan á lofti allan daginn
og alltaf eitthvað að punkta hjá sér og skrifa og svona. Eins og margir. Eins og mjög margir og og svona svolítið, hann rithöfundur þannig að þú eins og bara, hann svona dannaður eins og ég segi og gerir mikið svona jafnt og þétt og hann auðvitað takir svona áhlaup síðan í lokin og svona. En ég hins vegar gerir það ekki, það henta mér ekki. Nei. Og þetta þarf bara svolítið að gusast út og langar setur í einu og tek svona áhlaup. Já. Þannig að það finnst mér líka bara gaman. Hverfur aðeins út úr þessu hversdagslega og þetta svona heila hvíld á ákveðnu leiti frá amstir dagsins. Já, þér finnst það. Já. Sköpunarprósessin, þegar æðin virk, þá náttúrulega mikilvægt að nýta byrinn. Það alltaf hægt að laga og breyta og fínpússa eiginlega hvenar sem en þú upplifir svona stuð og þá þarf það að elta stuðið. Það þannig, já. Og svo náttúrulega gerist það því að ég skrifi áhlaupum og það leið náttúrulega allt og langur tími núna hjá mér á milli bóka. Ég byrjaði fyrsta kaflanum held bara hausti 22 á þessari? Já. Hvenær kom Sigur út? Hún kom 20. Já. Já, jafnvel aðeins fyrr, ég held bara, ég á það í upphafsskjalinu, fyrsta handritinu. Það var mjög bara býsna langt síðan, 3-4 ár. Og svo gerist lífið og ég datt svolítið út úr þessu, bara úr ýmsu og þá, síðan þegar ég held áfram, þá áttar maður að segja, svo þetta laga skilur í lokina því að það var sama sena með hálffullu tungli og hinn með fullu tungli, þú veist, eitthvað svona. En þannig að maður þarf svona að lesa þetta ágætlega í gegn til að lendi ekki að stuða eitthvað, skilur með eitthvað svona, þú veist, smá villum. Það skiptir ekki minna máli að vera með góða yfirlesara í kringum sig því að þeir koma stundum auga á eitthvað sem að fer fram hjá höfundunum sjálfur. Það skiptir öllu máli og en mér finnst líka, ég er líka að reyna að vera með auga á þessu. En svo þegar ég er búin að fara kannski 3 í gegn handritið að þá finn ég samt svona að ef ég hætti ekki þá get ég haldið endalaust áfram að því þú veist, þú finnur flest í svona fyrstu 2-3 yfirferðunum og ég lenti alveg smá í því með Sigur að ég var svo stressuð að fullkomnar áratan og allt bara einhvern veginn og að ég var bara, ég hefði getað haldið endalaust áfram þannig ég var aðeins búin að læra það núna bara, sleppa tökunum það verður allt í lagi, treystu þessu bara og að því þú getur alltaf haldið áfram. En varðandi þessar persónur sem koma til þín í upphafi ertu þá bara að tala um aðalpersónunar, koma svo litlu persónunar, auka persónunar bara svona tilfallandi til þess að þjóna hlutverki í sögutræðinum eða ertu bara með allt persónugallerið í upphafi ákveðið? Eins og til dæmis með Olgu Einars sem er þessi fjölmiðlakona að þá var hluti af því að skapana var að vita hvaðan hún kom og það að vita hvaðan hún kom það þýðir að þú ert með systkinin þú ert með foreldrana, þú ert með börn eða afkomendur maka þú ert með vinnufélaga þú veist, það kemur allt með meðan þú ert að gera karakterinn þannig að þá einhvern veginn og þá verða þær svona svolítið sjálfkrafa til en svo hef ég alveg lent í því eins og bara bæði síðast og núna að persónur sem átt að vera algjört auka urðu stærri. Það taka völdin. Já, það koma bara stíga sterkar inn og það er meira þannig en svona flestar persónurnar eru komnar og svo hef ég líka lent í eins og núna með þessa að ég var greinlega í svo miklu stuði að ég var komið að svo marga karaktera þannig ég hugsaði ég þarf aðeins að grísja og að því þú veist þetta kemur náttúrulega skrif og svona þetta kemur til af áhuga fólki og ég hef bara gríðalega áhuga á fólk og umgangast fólk ég þarf ekki að kafa djúpt onni þegar ég hitti þig en ég hef svona áhuga og þannig að það var bara komað eins og margir en núna á ég til dæmis nokkra típur sem að munu passa inn í næstu bók. Hefur það mikið áhuga á fólki að þegar þú situr kannski einn á kaffihúsi og enginn þekkir þig sem bara í útlöndum eða eitthvað að þú veltir fyrir þér hver sagan sé á bakvið andlitin í kringu þig? Stundum. Já. Og stundum líka og það sem ég kannski áhugaverðast fólk er dýnamíkin á milli þeirra einstaklinga. Þú veist, þú sér fólk tala saman þú getur lesið rosalega mikið úr bara
tjáningu og hvernig fólk tala saman og líkansmálinu og það er svo áhugavert líka, það er ekki bara allt það sem sagt, heldur líka það sem sérð og mér finnst það mjög áhugavert sko og það kemur oft svona til mig, ég ekki beint eitthvað, sest ekki niður og byrja að rannsaka fólk en það er svona stundum rekum maður augun í og hugsa volar þess eitthvað líði þeim vel saman, skilju, þú getur fundið þetta það er meira kannski þannig og og svona, þannig að og svo hef ég líka bara áhuga á sko að því dýnamík milli fólks sko í fyrsta lagi að þá líka það þannig ég oft spurð áttu ykkur að fyrirmynda þessum karakter svar alltaf nei, ekki beint vegna þess að þegar við hittumst þá sé ég bara ykkur eina hliðaðir við það er svo margar hliðar á okkur þannig að ég mun aldrei geta séð þar allar á fólki sem að ég nema kannski, ég get séð kannski fleiri á þeim sem standa mér næst það sér aldrei allar hliðar og þess vegna finnst mér sko þess að verður persóna ef hún á ekki verða mér bara simpul þú veist að þá verður hún að vera þá hún bræðingur úr mörgum og þannig að mér finnst það svona þannig þegar þú ert að skrifa persóna þá ekkert auðvelt kannski að byggja hana eingöngu á okkur einni þannig að það verður alltaf bræðingur tungutak já, svo ætla ég að segja líka með dýnamíkina, sorry ég alveg datt bara í hliðarnar að það sko og það sem svo áhugavert síðan að það að þegar að fólk mætist að það sko hvernig áhrif hafið á hvort annað sko og það svolítið svona, ég vinn svolítið með það í bókinu og svolítið gaman þegar Sigur fór til Bretlands þá fannst mér sko gagnrýnendur þar og þeir sem voru að skrifa hana þar sáu þetta strax, það svona tráma og triggerar og mér svo og það gerist allt í svona samskiptum sko að fólk triggera hvert annað eða það eru óuppgerðir hlutir sem að kannski allt í einu bara brjótast fram í samskiptum við einhverja einstaklinga sem að gera það kannski ekki í samskiptum við aðra, þú veist. Þannig að mér finnst það líka áhugavert. Þú minnist á Bretland, nú kann að vera minnið svíki mig, en mér finnst því annarkvort að séða á Facebook eða í einhverju frétt að það fölsk minning að það komi mynd upp í hugan þar sem þú ert að árita 100 bóka í London eða einhvers staðar á þeim slóðum. Ég áritaði líklega á 4.000 bækur. Á 4.000 bækur? Það var sem sagt það var fyrir bókaklúbb í einhverja 1500 og svo áritaði ég í prentsmiðunni. Þá fór ég með útgefandunum mínum og áritaði þar eitthvað annað 1000 bækur. Wow. Nei, á 3.000 segi ég. Á 3.? Já. Þetta fyrir 5 árum? Nei, þetta fyrir 2 árum. Þetta bara fyrir 2 árum? Já. Þá kom hún út í Bretlandi. Og heitir þar Dead Sweet og svo þess að koma líka þar. Já. En getur við þá sagt að hún hafi slegið í gegn í Bretlandi? Ég ætla nú ekki að vera að segja það kannski, henni að ganga ágætlega. Þetta er mark sem stærðar munin á Bretland og Íslandi, alla þessar áritanir. Já, ég ekki tækt í dagvinni minni, skilur, þetta ekki þannig. En maður það líka bara að fylgja eftir og koma með fleiri. Já. Og en mér finnst þetta rosalega gaman og það sem er skemmtilegt kannski við markaðin þar að þau eru, þú veist, það er ennþá að byrja ný kynning á bókinni. Hún kom fyrst út í innbundin og það var svo fallega gert. Hún var svona spreyjaðar hvað heitir það, síðurnar þegar hún var lokuð, hvað kallum við það? Kallað sprayed edges á ensku. Nú ég alveg nú stend ég mig ekki í íslensku kennar minn afsökunar. En það var svona spreyjuð svona með fallegu mynstri síðuendarnir og svo var og bókin var svona fallega gerð og fyrir hennar bókaklúbb var svona sérstök útgáfa og það var númeraðar áritanir og svona sem rosa gaman. Það var svona gert mikið úr innbundnu og svo kom hún aftur út í Kilju og þá var nýr markhópur sem var verið að tala við. Þannig að það og svo fer maður inn á hljóðbók og inn á lesbrettin og þá kemur enn í kynning. Þannig að þetta er svona einhvern veginn, þetta fer yfir lengri tíma heldur en kannski áhlaupin hér. En það er líka þau með stærri markað sko. Og þá getur alltaf verið að tala við nýja hópa en það er þessi flóknar á Íslandi. Þannig að það er bara mjög gaman sko. Og
og ég sko ástæðan fyrir því að ég kemst þangað út af þessum frábæru höfundu sem eru búin að ryðja brautina sko. Og það eru höfundar eins og bara, þú veist, fyrst Arnaldur og svo Yrsa og svo Ragnar og Lilja og Eva Björg og þú veist, nefndu það og Solveig og allt frábæri höfundar og svo líka fagbókmenntahöfundarnir að allt þetta fólk búið að búa til eftirspurn eftir íslenskum sögum og þess vegna er hurðin opin, skilur, það var svona að rifa á henni og ég bara blessunlega náði þar í gegn allavega með þessar tvær og það er bara út af þeim, skilur. Það er bara búið að búa til markað fyrir íslenskar sögur. Og greina þessar íslensku sögur sig frá skandinavíska þunglindinu? Ég veit að ég er engin rosalegu greinandi á þessum markaði en það er eitthvað tónn í íslensku bókunum sem ég heyri að það er áhugi fyrir og svo er áhugi bara á Íslandi og við náttúrulega, þú veist, það er líka mjög vinsælar bækurnar, þú veist, eins og Krimmarnir frá Svíþjóð og svona, það er líka, en það er bara, við erum svona í sama flokki, þetta er svona Nordic noir, við erum í sama flokki en samt aðgreinaði sig svolítið, sko. Og þetta er svona eins og þegar þú opna veitingahús, þú vilt helst vera það sem eru fleiri veitingastar, þannig að þú veist, það er máttur í fjöldanum og að því að lesendur þeir stoppa ekki bara og bíða síðan í 3 ár eftir næstu bók eða 2 ár eða ár eftir næstu bók, þeir fara og skoða í sama flokki fleiri, þannig að þú veist þetta vinnur svo vel saman og þannig að það má segja bara að hver og einn höfundur sem fer út verður magnari á alla hina sko. Já, þetta er bara mjög skemmtilegt að heyra. Sko, tungutakpersónuna vinnur mikið í því að hver og eina aðalpersóna hafi sín sérkenni í tungutaki og í öðru lagi beinar tilvitnanir eru þær snúnari heldur en annað? Sko, ég vinn ekki beint í tungutakinu en ég vinn aðeins í þessari bók með það að því að hluta til gerist hún fyrir norðan á Húsavík að þá vinn ég svona aðeins með það með svona talanda meira. Ertu algjör helvit spörðar hálfviti? Já, nei, ég reyndi að nota ekki hörðu, það er svo erfitt að skrifa hörðu norlenskuna, en þú veist, maður hefur alveg hitt svona, svona eldri menn sem búið út á landi sem svona dragaði seiminn, talaði svona hægar og svona og ég nota það aðeins og svona yfirbræði líka bara sko stemmingin yfir þeim, þú veist, þau standa kannski, hann er eitt til dæmis sem er bara fættur upp alveg fyrir norðan og býr þar og þú veist, maður sér þetta meira þar að þar getur fólk staði bara og hort út á haf og svona einhvern veginn það er svona annað yfirbræð það er ekki þetta alveg alltaf sko og þannig að ég nota það meira en samt ég er ekki að vinna mikið með tungutæki ég leyfi því bara svolítið að flæða en það kemur kannski mögulega örlítið ósjálfrátt þú veist, eins og til dæmis það er einn karakter í þessari bók sem kom til mín og var aðeins stærri en hún átti að vera sem heitir Emilia og er að vinna með Sigurdísi sem er aðalpersonan sko, sem var líki í fyrirbókinni sem er lögreglukona og hún til dæmis bara ég leyfi henni stundum að segja bara en það skiptir ekki máli og það kemur svo sem þessu máli ekki heldur við og þú veist, það er meira svona hvernig þau setja hlutina fram og þannig að þú fáir smá tilfinningu fyrir því að það svona hvernig hún svona aktar eða þú veist hvernig hún bara er og þannig að það er meira þannig frekar en beinlínis tungutakið. Já, ég þori ekki annað en að biðja ykkur áhorfendur og hlustendur afsökunar á þessu inngripi mínu með húsíkingin. Þetta skýrist af gömlum rík milli mývetninga og húsíkinga. En en Katrín, sko, En mér finnst það mjög flott, sko. Já. Að ég er ættuð norðan og mér finnst þessi talandi mjög góður, já. Og ég vildi óska að ég hefði ertan. Ég hefði verið til í það. En sko, í blábyrjun þessa samtals, eða í inngangi þá las ég, sem sagt, hér á bakinu að fjölmiðlakona, hún er myrt og það er gefið í skyn að það sé mögulega vegna skrifinar, hún sé ágeng eða eitthvað sluð.
Þetta nú veruleiki sem að ekki algengur hér á landi. Það eru sem þetta stundum gerðar morðtilraunir á blaðamönnum. Það hafa nú farið svona í mann og ekki fljótbræði eftir neinum sem hefur tekist að drepa blaðamann. En þú þekkir það örugglega betur en ég. Sko, hún umdeild og hún í íslenskum veruleika. Þannig að sko, þetta hún hefur stigið á margar tær og hún fer að vinna svona með, þú veist, hún alltaf að reyna að leita nýjum leiðum til þess að svona endurskapa sig sem fjölmiðlakonu. Og það ekki fyrirmynda henni hér á Íslandi vegna þess að sko í litlu samfélagi þá nú kannski pínu snúið að verða, þú veist, einhver Jerry Springer eða einhver svona sem að æsi menn upp og býr til eitthvað rosa drama og en hún ég ekki beinlínis að vinna með það þema í bókinni. Ástæðan fyrir að hún fjölmiðlakona að jú, hún hefur meitt með umfjöllun en það meira á svona persónulegu leveli heldur beinlínis eitthvað svona sem tengist þjóðfélagslegum málum því hún í þannig málum og þau mál oft jafnvel erfiðari og ég vil bara ekki segja mikið sko en það meira á því leveli sem þetta snýst þannig að þetta verður meira persónulegt þannig að það svona þeiminn frekar. Þekkir þú sjálf störf blaðamennskunnar? Hefur unnið sem blaðamaður? Aldrei. Ég hef verið reyndar í Ritstjórn skólablaðs og eitthvað svona en það ekki það sama og það var ekki vandið rannsóknarblaðamennska eins og kannski ætti að vera í fjölmenn. Nei, ég hef nefnilega ekki gert það og Því að margir pólitíkusar hafa unnu á yngri árum sem blaðamenn. Það mjög algengt að pólitíkusar eins og þú varst þarna langt skeið þeir hafa einhverja starfsreynslu af fjölmiðlum. Nei, ég hef það ekki og ég hef bara reynsluði að vera í viðtali en nei, ég hef það ekki og ég reyndar að þetta nú ekki alveg satt ég var hjá honum Ingvar Hrafni með þátt sem var meiri svona bara viðtalsþáttur vikulegan þátt var hann á 2 vikna fresti minni mig alveg bara í fyndinni sko og það var mjög gaman en þá var ég alltaf að fá viðmælendur af því að mér finnst, ég ekki viss að kannski, maður segir alltaf ég get ekki þetta, ég get ekki hitt ég dáist bara að því hvað fjölmiðlafólk getur inn í hratt, sérstaklega í þessari hröðu fréttamennsku en ég mjög hrifin af líka, þú veist miðlum eins og þessum og podcastum og hlaðvörpum, ég þarf að hætta að sletta svona. Hvað gott þennan miðl? Af því að það það þessi tími sem fólk gefin og það þessi dýpt sem hægt að fara á og mér finnst svolítið svona hlaðvörpin og svona þættir eins og hjá ykkur þetta svo góð viðbót við þú vilt fá svona fréttir, þú vilt fá yfirlit hvað að gerast og vilt fá allt þetta helsta en síðan það þættir þar sem fólk fær tíma sem að kannski geta dýfkað eins sýnina og þú þarft ekki að hlusta og skiluru í beinu streymi en þú getur tekið svona galleri og hlusta á það. Þannig að mér finnst vera svona það komið svo mikið framboð af góðu efni en hvort að ég hinum meina það væri kannski frekar ég verið til að vera með viðtal skilur viðtalsþætti kannski verður það ekkert síðar Við ræðum það kannski bara að lokna þessu viðtali hvort þú vilt ekki bara koma til okkar en bakgrunni minn kannski svolítið annar sko ég var í verslunarrekstri í gamla daga innflutning á barnafatnaði ég var framkvæmdastjóri stúdentaráðs og svo var ég í hugbúnaðarbransanum var verkefnastjóri var í verkefnastjóri í hugbúnaðargeiranum og þannig að ég kom úr svona, hvað heitir það, .com umhverfinu inn á Alþingi. Hvaða menntun býrðu yfir? Ég lærði mannfræði og var einn af þeim sem kláraði ekki ritgerðina, það gerist kannski. Svo ég með MBA-gráðu og svo ég svona, þú veist, fór ég endurmenntun í lærði þessi verkefnastjórn í hugbúnaðargerð og ýmislegt svona. En þannig að ég kannski ekkert með eitthvað svona mjög hvað að segja, það eru svona lykkjur það eru krókar og mér finnst það líka bara gaman ég er mjög öguð og skipulögð en svo ég rosa svona drifin af því af áhuga og stundum bara tekið uppeyr af áhuganum einu saman og óhrædd við það og það getur oft leitt manni eitthvað skemmtilegt Var þetta stór ákvörðun hjá þér að skrifa bók og halda svo áfram að skrifa bækur vegna þess að maðurinn atvinnurithöfundur og þú kannski hefur einhver spurt hvað vil ég upp á
dekk og ég kannski bara að setja þetta hjónaband í hættu með því að fara í samkeppni við manni minn? Sko, ég hugsaði sannarlega hvað ég að vilja upp á dekk, en það var alls ekki gagnvart manninu minn, vegna þess að það var eiginlega hann sem að hvatti mig í þetta, okay. Af því að hann einhvern veginn náttúrulega bara þekki mig og veit að þegar ég kem heim úr vinnunni, þú veist, að þá hef ég bara frá því við kynntust, þá ég alltaf að pæla í einhverju, bara lífinu og mannlífi og sögum af fólki. Og og ég að stúdera, þú veist, horfi mjög mikið á YouTube, bara viðtöl við alls konar fólk, bara fólk sem að ég hef aldrei heyrt og hann og það var eiginlega í því samhengi sem að hann fór að hvetja mig til að skrifa, því ég fór að spá í það, þú veist, hvað gæti psíkópati eins og maður sem ég hafði verið að hlusta viðtal við var, hvað gæti hann bara, ég hugsa kannski bara eitthvað svona hér, skilur, og hvað ætla hann, þú veist, geri í okkar samhengi, því að hann var náttúrulega í miklu stærra samfélagi þessi og kannski auðveldir að fara, skilur, vera aðeins í felum framan af, heldur en kannski í okkar samfélagi. En svo fór ég að hugsa, en samt ekki, sko, að því þú aðlagaði þig. Og það var út frá þessu sem að hann hvatti mig til að prófa þetta, að því að hann hafði séð skrifin mín bara í alls konar öðru. Þú ert örlátan eiginmann. Ég mjög örlátan eiginmann og hann hann styður mér allir í vitleysi sem ég tek upp og ef eitthvað að hann bara hvetur að mig í nýjar, sko. Þannig að hann minn helsti stuðningsmaður. Og svo hef ég gert það með báðabækurnar að ég ekkert endilega að sýna honum efnið, ég tala þess það við hann, hvað svona ég að hugsa og svo les ég fyrir hann fyrstu svona 3 kaflana og bara til að fá, þú veist, þetta tónn sem að ég að hitta á og ef hann gefur góða það þá fæ ég öryggi til að halda áfram og svo fær hann að lesa þegar ég búin. Sko, í gær tók ég 2 viðtöl við 2 Íslendinga sumpart sama málefnið, stöðu íslenskunar. Páll Valsson, rithöfundur og bókmennafræðingur, vill helst þjóðarátak og til stórhættu á að íslenskan eyðist, hverfi okkur með því hverfi ákveðin heimspeki heimur sem bindur okkur saman og sagan og allt þetta og svo ég með 15 ára gamalt ljóðskáld sem nýbúinn að vinna verðlaunasamkeppni og hann hefur líka miklar áhyggjur af stöðu íslenskunar. Hann yrkir ferskeytlur núna einhverju leyti sem viðbragð held ég við svona reyna eins og mörg okkar að verðum að reyna með svolítið örvæntingafullum hætti að gera alls konar skrýtna hluti til þess að halda í íslenskuna en langflestir eru steinsofandi og það kom fram hjá honum Aroni Eli þessu 15 ára ljóðskáldi að ein sökin lægi hjá foreldrum að krakkin kemur heim úr skólanum foreldrið busy, það lítið tjáskipti það ekki verið að nota íslensku mikið á heimilinu krakki fer inn í herbyggi og þar fer hann á samfélagsmiðlun á internetið og þar 95% af mál heiminum bara á ensku og mér finnst þetta ég hafði þótt þetta blasi við þar sem hann sagði þetta þá hafði ég ekki velt þessu svo mikið fyrir mér en þú ert að skrifa bók og hún kemur út á íslensku og sannarlega gæti maður ímyndað sér að hún hjálpaði okkur eitthvað en ég ætla bara að spyrja þig eins og ég ætla bara alla aðra viðmælendur þessu dagana hvað getum við gert til þess að við missum ekki tungun okkar? Mér finnst þetta bara frábær spurning vegna þess að ég ein af þeim sem að trúi ekki á það að tróða hlutum ofan í þú veist, af því að þú getur ekki þvingað eitthvað fram þetta þarf að gerast í eitthvað svona með náttúrulegum hætti og ef að við erum ekki með aðgengi og framboð af efni á íslensku og líka eins og þú ert að segja búa til aðstöðu fyrir samskipti á íslensku að þá fer þetta sko. Við getum ekki einhvern veginn verið alltaf bara einhvern veginn þið verðið. Við verðum að gera þetta þannig að umhverfið sé með góðu aðgengi að öllu þessu efni. Þá vil ég nefna, þú veist, að við bara í fyrsta lagi samfélagið að það sé við búum þannig hnútana að foreldrar séu hafi tíma til að sinna börnunum sínum. Við séum ekki að vinna endalausa yfirvinnu til að ná endur saman. Það eitt og það er verkefni stjórnmálana. Síðan það hitt og það eru bækur og ég ætla líka að nefna
sjónvarpsþætti og kvikmyndir vegna þess að við erum líka mjög miklu neytendur á því framboð af ólíkum bókum, þá þurfum við líka að horfa til þýddra bóka, þú veist, ég þekki til dæmis eins og mínir strákar eru að panta sér bækur á ensku sem tengdir einhverjum tölvuleikjasögum af því að tölvuleikir eru líka með sögum og það má líka horfa til það jafnvel að þýða eitthvað af því, þú veist þessum stærstu sagna tölvuleikjum og svo eru gefnar út bækur samhliða því sem að þeir panta sér á utan og svona, en við mögum kannski eigum að horfa til, erum að bjóða upp á nógu mikið fjármagn í þýðingar og eru við að fá nógu mikið af bókum skiljið og lesefni. Það eitt og það svona, menn þurfa að setja augun svolítið á þann bolta og ég veit til dæmis að núna þá gera úttekt á bókamarkaðnum sem mjög gott og það verið að setja þess meira núna líka í sjóðina hjá Miðstöð íslenskra bókmennta. Þannig að það vel, en við þurfum líka að gera þetta svona kannski markvisst og vita hvert markmiðið er. En síðan það hitt og það eru líka bíómyndirnar og sjónvarpsþættirnir. Það þarf að horfa til þess að það er alltaf talað sko, eins og íslenska kvikmyndagerð eins og þetta sé ykkur opin krani á okkur að styrki frá ríkinu en þú veist, þetta er atvinnustarfsemi þar sem að við erum að fá í raun og veru 3 fyrir 1. Við erum að fá fyrir hverja krónu sem sett í þetta. Þú ert að fá atvinnu, meira starfsöryggi eftir því sem að meira umfang. Þú ert að fá líka efnahagsleg umsvif, þú ert að fá skatthyggjur og svo framvegis. En svo ert að fá líka efni á íslensku. Aðgengilegt fjölbreytt efni. Og þú ert að fá líka svona menningarspeil og speil á samtíman sem verið að skrásetja þá fyrir framtíða kynslóðir. Og við þurfum að hugsa þetta allt. Við þurfum að hugsa líka leikið efni í sjónvarpi og á streymisveitum. Þannig að mér finnst við þurfum svolítið markvisst að fara að setjast niður og segja, hvernig ætlum við að búa til, búa til umhverfi þar sem að við getum verið með í raun og veru íslenskt efni á hverju strái. Af því að við þvingum þetta ekki fram með því að það er kallað afturallega að seima fólk til íslensku notkunar. Það mun aldrei ganga. Að því tungumál bara verkfæri til tjási sko. Og þegar þú fær meira framboð á erlendum tungumálum af því efni sem að vekur áhuga þinn, að þá ekkit óeðlilegt að það fara allt í að verða tungumáli sem að þú ert farin að nota einhverju leyti í tjáskiptum og ég lendi í þessu sjálfstundum, skilur. Það eru hugtök eins og bara sem tengjast því ég hef komið svolítið í hugleiðslu og svona andlega sviðið. Mér finnst oft til dæmis hugtök á ensku á því sviði miklu skýra mikið betur tilfinninguna heldur en íslensku hugtökin. Þannig að við erum líka svona kannski að þróa líka svolítið tungumálið með okkur. Já, það er eitt af því sem krakkarnir segja. Þeir segja að þeim finnst auðveldar að tjá sig tiltekið mál á ensku en íslensku. Sko, mér finnst frekar að það eigi að leyfa, ég ætla ekki að skammast mér fyrir að einstaka sinnum að sletta inn og einu orði. Ég held að sletturnar séu ekki vandamáli. Nei, það nefnilega ekki vandamáli. Það sem vandamáli þegar þú ert raunverulega farin að hugsa á svona í einhverju blöndu af tungumálum. Af því þá missur þetta samhengi og þessi svona hvernig ég orða, það svona þessi svona sterki þráður sem þú hefur í raun og veru úr sjálfsmynd þinni og út frá því hvað hún kemur. Af því ég held að svona þeim sterkar þessi sjálfsmyndin þeim auðveldra verður mjög margt í lífinu fyrir þig sko. Og þannig að þetta hangir allt svolítið saman. Þannig ég segi sko við þurfum bara í alvörunni að gera miklu betur þegar kemur að því að styðja við framleiðslu á íslensku efni, hvort sem það er á rituðu eða leiknu efni og vekja þannig bara þú veist bara hvernig þetta er, þú grípur það sem er nálægt þér, þú kveikir á því sem er áhugavert fyrir fram að þig og þeim meira sem við höfum að því á íslensku því betra sko. Já, við þurfum að setja svona ákveðna árvekni á dagskrá og það þarf auðvitað meiri pening líka og allt það. Og þá líka þýðir ekkert að segja bara, við erum alltaf að segja íslenskan í hættu en síðan ertu bara að draga úr öllu sem að sko heitir stuðningu við framleiðslu íslensku efni sko. Af því að það er í gegnum það sem þetta gerist, það er ekki bara samtal við foreldrana því að við erum öll neytendur og alls konar afþreyingu og afþreyingi þarf að vera íslensku. Einmitt.
Heyrðu Katrín, þetta búið að vera mjög skemmtilegt að fá þig hér að rauðaborðinu og spjalla bókina þína í bland við annað þegar hún hló nýkomin út og verður spennandi að sjá viðtökur hennar. Svona rétt í lokin, blóð, svit og tár að baki við vinnuna eða bara bingokúlur eins og kom fram í einhverjum þætti? Bingokúlurna lækna, þú veist, blóð, svit og tár stemminguna. Þetta var blóð, svit og tár í lokin og því ég gerði rosalegt áhlaup, tók rosa áhlaup í sumar og kláraði hana við borðstofuborðið á Húsavík hjá frænku minni. Og gat þá líka verið aðeins að spurja hann og svona út í eitt og annað, þannig ég væri nú með staðhætti og svona á hreinu. Eða svona fá það staðfest, af því ég er ekki alveg nuttar en hef verið mikið þar. Já, það er það alveg og sérstaklega í lokin, sko. Þá er þetta það. En samt á góðan hátt. Þú veist, ég reynir bara að njóta þess og ég segi, sko, ég byrjaði að skrifa til að bara hvíla mig á Excel-skjalinu, þú veist, í lífinu og hvíla mig á dagskipulaginu með, þú veist, börn í íþróttum og tóstundum og bara svona aðeins að leyfa ykkur að svona flæða og gusast út mér. Og mér finnst það gaman og áhugin og fólki að setja það í eitthvað svona samhengi. Þannig að blóð, svit og tár en samt skemmtilegt, skilur. Það er líka gaman að reyna á sig. Já, og svo næst að skrifa kvíðin, hvernig við tekur færum. Mér finnst það verst. Þessi staður sem við erum á núna, mér finnst hann erfiðastur. Af því að þú allt í einu bara átt þú ekki lengur söguna, því það kemur ykkur annar hinum megin og sér hana með sínum augum. Já, ég stundu velti fyrir mér þegar ég sjálfur að gefa út bók hvort ég sé masochisti. Já, ég veit það. Það er eiginlega, sko, ég ætla að segja það reitt núna og ykkur, að það er að, sko, ég var búin að vera eitthvað neginn, það búið svo mikið að vera í mínu lífi og svona undanfarið, að ég var eitthvað neginn, bókin kemur út og ég var einhvern veginn bara mjög róleg yfir þessu öllu og var ekkert alveg komin í eitthvað svona stresskýri yfir því hún væri komin. Ég var bara svo ánægð að fá hann í hendurnar og eitthvað svona. Svo sit ég með mannin mínum og við erum að horfa á Kiljuna og hann fær dóm sem er alveg svona glimrandi góður bókina sína Andlit og og óbáslega fínan dóm frá þeim öllum þrem í settinu og ég náttúrulega samfagnaði honum svo allt í hennu þyrmdi yfir mig ég get ekki fengið dóm þá kom rithöfunda angistinn og óttinn allt í hennu upp, bara gerðist svona einhverju augnabliki og hann er búin að blunda í mig síðan, en ég hlakka líka til bara að heyra hvað fólki finnst. Já. Kæra þakki fyrir komuna. Takk hérlega. Og gangi þér og bókinni vel. Takk fyrir. Ekki fara langt, kæra hlustundur og áhorfendur, höldum áfram hér eftir andartak með nýjan kafla. Jæja, krakkar. Þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, komin sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru listamenn. Hingað komin Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir, listamaður og forsvarsmaður fyrirbæris á Ægisgötu og Magnús Ebbi Ólafsson, tónlistamaður og í forsvari fyrir tónlistaþróunarmiðstöðina út að Granda. Þeir eru svona hingað komin til þess að ræða við mig listina í borgarrými og kannski mikilvægi þess að hafa gott afdrepp fyrir skapandi fólk. Þið voru með tónleika Magnús síðustu helgi, þið voruð með styrktartónleika. Já, það er rétt, við vorum með styrktartónleika til styrktar T.N.M. Í ljósi þess að T.N.M. er búið að tilkynna lokun í núverandi rými og flutningar kosta sitt, þannig að við fengum með okkur 12 hljómsveitir til þess að halda svona marathontónleika sem að gekk bara rosalega vel. Og þetta er tilkomið þegar það er alltaf þessi hætta sem að vofir yfir skapandi fólki í borgarumhverfinu að þeir virðist að því er hent út fyrir eitthvað annað á einhverjum tímapunkti og það er oft mikil óvissa
svona framtíðina. Það er aldrei hægt að gera mjög langa leigusamninga fram í tíman og annað slíkt. Er ekki sammála því? Jú. Þetta er mjög erfitt að gera langa leigusamninga og skrítið jafnvel að staðir eins og tónlistaþróunarmiðstöðin sem hefur verið þarna síðan 2003 og með starfandi tónleikastað síðan 2004 sem gerir þetta einn af elstu tónleikastöðum á höfuðborgarsvæðinu. Já, það er rétt. Akkurat, og þetta er svona einmitt þessi ótrygga framtíð og þú þekkir þetta vel, Katrín, af Ægisgötunni. Kannski fá þið til þess að útskýra aðeins Ægisgötuna fyrir okkur? Já, Ægisgöta 7 er sem sagt bara rými fyrir vinnustofu listamanna, bara þvert á greina. Við erum líka með tónlistamenn en þeir eru færri vegna þess að það er erfitt að hýsa tónlistafólk vegna háa það. En því miður, það þurfti eiginlega að vera, því miður er vand með farið. En það eru tónlistamenn en kannski bara 10% af heildinni. En flestir eru myndlistamenn og hönnuðir og svona kjarnin eru listamenn sem koma frá, eða svona eru virkir félagsmenn í Myndografélag Reykjavíkur sem er á Nýhildugötu 15. Þannig að þetta er svona, Ægisgöta 7 er fullkomin staðsetning fyrir fyrir Myndografélagi. Svona framlenging á þeirri aðstöðu sem þar er. Og við vissum reyndar alveg í byrjun að það væri önnur framtíð fyrir húsið eða bygginguna en að hýsa listamenn til framtíðar. En við öll bara sættum okkur svolítið bara við að vera í einhverju svona óvissu bara til þess að nýta bara hvern einasta mánuð, ár, allt skiptir máli. Af því að ég held að listamenn svona yfir höfuð eru kannski bara í svo miklu óvissu bara yfirleitt og það þykir kannski bara svolítið eðlilegt og maður er líka kannski bara svolítið nauður og tilneyddur til þess að samþykkja ýmislegt bæði hvað var að tíma og svona kannski ástand húsa. Maður svona sættir sig við ýmislegt sem kannski aðrir myndir ekki sætta sig við vegna þess að það er bara erfitt og vond með farið að fá húsnæði til þess að vinna í. Akkur allir borgin eða bara ríkir hennilega svona sjá ekki og halda ekki utanum skapandi rými fyrir alls konar fólk? Já, það er stórti spurt. Sko, ég held að það snúist oftast kannski peninga og þó að borgin sé með einhverja stefnu eða einhverja yfirlýsingu eða einhver markmið eða einhvern svona ramma, svona hugmyndafræðilega séðan, að þá á hún svo erfitt með að takast á við bara fasteigna eigundur, af því að þeir sem eiga, þeir ráða á endanum. Þetta er kannski aðalega bara svona einhver svona lög og einhverja svona reglugerðir sem þarf að vinna í kringum. Þannig að alveg sama hvað borgin vill, þá verður hún bara að eiga til þess að geta gert eitthvað. Vegna þess að ef lögin segja að það sé hægt, að þá er það ekkert mál að gera það sem maður vill gera ef maður á peninga til þess að gera það. Sko, ég veit ekki alveg með ykkar sögu almennilega og ég veit að tónlistin hefur verið er mjög illa stödd. Já, það er þreytt af tónlistafólki líka. Það er mjög erfitt að vera tónlistarmaður í dag. Bæði með skort á húsnæði og eins og þú komst inn á að eigendur húsa að þeir eru mjög tregir til að oftar en ekki til að leigja til listamanna og þá sérstaklega tónlistamanna út af hávaða og
það hefur verið mjög erfitt að finna leguplás, langir biðlistar. Til dæmis var Téðotnem með 25 hljómsveita biðlista. Og já. En af hverju þetta mikilvægt? Af hverju mikilvægt að vera með svona skapandi rými fyrir fólk? Já. Þetta bara svo mikil útrás. Já. Fyrir mig sem tónlistamann og þungarokkara að ef ég búin að eiga erfiða viku eða erfiðan dag að þá fátt betra en að geta komist inn í rýmið og bara hækkað vel og spilað með fólki sem ég búin að spila með í langan tíma og treysti og það skilur bara frústrasjónina og að geta komið þessu frá sér á svona sinn skapandi máta, það svo mikilvægt. En svo líka í þokkabót þá svo margir sem að tengja við bara sérstaklega tónlist. Allavega mínum mati þá rosa margir sem að tengja við tónlist og það að geta farið á tónleika og fylgst með hljómsveitum vaxa og dafna, það ofboðslega mikilvægt. Já, mikilvægi húsnæðis einhvern veginn svona grunnur alls, myndi ég segja. Allavega svona út frá... Þetta svona hvað við gefum pláss í okkar samfélagi. Algjörlega. Við erum tilbúin til þess að njóta afurðana en kannski ekki tilbúin til þess að svona lyfta undir að það séu skapaðar yfir höfuð. Sko, ég myndi líka þessu við bara, þú veist, bara svona eins og með fótboltamann eða fótboltafólk. Það getur ekki spila fótbolta nema að vera með fótbolta. Og allavega sem listamaður að þá húsnæði alveg rosalega mikilvægt. Það eru nokkur atriði sem það eru nokkur atriði sem spila inn í og það kannski númer 1 bara til þess að æfa sig og til þess að gera tilraunir og þú vilt ekki fara einhvern veginn beint inn í listasalinn og sína verk nema að hafa unnið að henni. Bara eins og íþróttafólk, mér finnst það gott að setja þetta í samhengið mitt. Og svo þarf maður líka að vera með rými til þess að sko hýsa bæði efni við og verk sem maður býr til. Eins og sko listaverkin sem ég býr til, ég verð að hýsa þau af því að þau eru einhverju leyti líka bara mitt ellilífeyri. Þú veist, þetta það sem ég búin að fjárfesta í og maður getur ekki einhvern veginn ætlast til þess að verkin sín séu metin að þeim verðleikum, þú veist, sem þau eru þess stundina sem maður að kannski vinna þau og sína þau. Af því að það svo oft þannig að listin nokkur skrifum undan samtímanum og þá getur maður ekki einhvern veginn ætlast til þess að einhver kaupi verkin leið að maður síni þau. Þannig að það þarf að geyma þau til þess að geta og líka bara eins og, þú veist, ég vinn í mjög svona hörðu efni og mér líkamleg vinna og ég veit ekki hvort ég get unnið þannig vinnu því ég komin á 60 eða 70 aldur og það á ég ennþá verk sem ég gerði því ég var yngri, þú veist, sem eru unnin að mér frá A til Ö og það getur verið rosa mikilvægt bara fyrir mig sem eldri mannesku og bara hafa einhvers konar afurð og líka bara, þú veist, ég sé mig oft líka bara sem listamann þá ég að vinna fyrir þú veist, þjóðina, þú veist, þetta þjóðareign að mörgu leyti, þú veist, þetta eitthvað sem við sköpum og við deilum með, þú veist, þjóðinni og samfélaginu þannig að það þarf að verja að passa upp á þetta og það get ég gert á vinnustónu minni og svo efnið líka bara við ætlum að hugsa bara að vera sjálfbær og vera bara að sína náttúrunni þá virðingu sem hún á skilið að þá gott að geyma efnið, þetta oft svona eitraður og kannski dýr efnið sem að vinna og þannig að það betra að geyma heldur en að vera hendunum, þú veist, að þú þarft að nota hann síðan kannski seinna meir, en ef maður ekki með vinnustofu eða geymslusvæði þá þarf maður að farga mun meira og kaupa meira
og eins og í Myndugriðfélaginu þá erum við með rosalega flott svæði fyrir alla félagsmenn til þess að vinna í. Þetta eru svona verkstæði sem getur unnið, en þú getur kannski ekki verið með verkið þitt á gólfinu eða á okkur borði í lengri tíma af því aðrir þurfa að nota svæðið. Þetta er svona eins og þið væri í æfingarhúsinu og myndi aldrei ganga frá eftir ykkur, þú veist, þannig sé. Þannig að enginn gæti einhvern veginn þverfóta fyrir hljóðfærum annarra. Akkurat. Og þá er rosa gott að geta verið með sitt eigi rými sem að geta þá verið að færa verkið frá og til og svona, þú veist, þannig að þá getur maður unnið í lengri tíma, jafnt og þétt. Og svo náttúrulega félagsskapur, heilmikill félagsskapur í því að vera í svona einingu. Já. Og mikilvægur svona jafningjastuðningur. Algjörlega, og ég held að Virginia Woolf talaði líka að hún, þú veist, þó hún sé bara rithöfundur, eða ekki bara rithöfundur, ekki miskila mig, bara ég skrifa líka mjög mikla virðingu fyrir rithöfundum, en það er öðruvísi, en hún talaði að þú veist, einu sem hún þarf að vera með rými og tíma náttúrulega peningur og rými líka að einhverju leyti til þess að geta skapað, þannig sko ég veit ekki, eins og við erum með sambandi íslenskra myndlistamanna SÍM og þau félagasamtök voru stofnuð á sínu tíma vegna vinnustofu skort listamanna löngu fyrir mína tíð og SÍM rekur ennþá núna vinnustofur og yfirleitt er þetta leiguhúsnæði í skemmri tíma þar sem eigendur ætla sér eitthvað annað með eignina og hægt að leigja aðeins ódýrara kannski í eitthvað tíma. Þannig að það er rosalega mikið þannig að listamenn eru kannski að flytja inn og pakka saman og mér finnst bara þegar kannski til dæmis listamenn eru kannski með, þú veist, 40 ára reynslu eða tíma og eru komin kannski á einhvern aldur sem það er bara ekkert auðvelt að flytja vinnustofu á milli, að þá finnst mér að vera rosa mikilvægt að vera með smá svona öryggi fyrir listamenn sem að þurfi ekki að vera að færa sig og flytja og það er rosa mikið álag líka. En náttúrulega fer heldur ekkert voðalega vel með búnað að vera bara endalaust að pakka hana saman og flytja hana á milli staða og eins og í tilfellinu hjá hljómsveitum að það væri alveg skelfilegt að ef við þurftum að taka niður trommusettið og setja það upp í hvert einasta skipti fyrir hverja einasta æfingu. Af vísu er trommusettið hjá okkur frekar stórt en það tekur alveg hátt í 1,5-2 tíma að stilla því saman. Og það fer bara ekkert voðalega vel með græjur að vera endalaust að flytja þær á milli staða. Hljóðfærin náttúrulega eru úr timbri þannig að þau eru mjög viðkvæm fyrir breytingum í veðri og það að vera með bara fast rými þar sem að maður getur verið með hljóðfæri og svona getur allavega staðið inn í rýminu að þá er það mjög mikilvægt sko. En hvers vegna haldið þið að því að þú líktir þessu við fótbolta og nú á að byggja, þú veist, enn eitt fótbolta íþróttaleikvanginn í Laugardalnum stendur til og það er, og sem er vel og okkur finnst það alveg fínt að íþróttafólk fái sitt pláss og geti spila leiki og tekið á móti gestum og þar fram til götunum en og það eru í hverjum einustu hverfum eru svona miðstöðar, íþróttamiðstöðar þar sem er hægt að leggja stund og kappa á sína íþrótt og ganga að félögunum vísum og vera með svona eitthvað prógram í gangi. Af hverju ætli við hugsum ekki myndlistina eða tónlistina eins? Ég veit ekki, eins og til dæmis bara ef við hugsum reynum að hugsa bara svona grunninn, bara hugsa börnin, þá er tónlistanám og myndlistanám til dæmis mjög dýrara heldur en að æfa fótbolta. Sko, mér skilst að það kemur styrkur frá ríki eða borg með hverju einasta barni sem ykkar þá frístund eða þá íþrótta akkurat og þannig að þá eru það náttúrulega meiri peningar sem
fara til fótboltafélags heldur en til dæmis Myndlistarskóli Reykjavíkur eða Tónlistarskóli Reykjavíkur af því að það eru kannski fleiri börn sem eitthvað fótbolta. Þannig að það þurfti einhvern veginn að vera öðruvísi kerfi sem myndi þá einhvern veginn öðruvísi kerfi þannig að þetta var ekki upp á fjölda að gera. Þetta er eins og með styrkjunum væri bara skipt í tvennt. Þetta er eins og með landbúnaðinn með skilst að bændur fá einhvern ákveðin styrk fyrir hverja rollu sem meikar náttúrulega ekki sens ef við ætlum að reyna að vera eitthvað annað, ekki að framlega umframt og svo framlegis. Þannig að það þurfti að vera einhvern veginn öðruvísi kerfi. Þannig að það var hægt að niðurgreiða og líka þá, og þá eru náttúrulega fleiri sem spila fótbolta og þá eru fleiri sem horfa á fótbolta. En það eru svo margir sem að mæta tónleika og njóta tónlistar bara heima og svo, ég meina, við erum öll með eitthvað á veggjanum heima hjá okkur, eitthvað myndlist, förum á listasýningar helgar eða þegar gefst tími til, það eru stórar opnanir eða annað. Fólk sækir svolítið þangað þar sem, það er svona ítt undir að það fari. Og oft fer þetta líka bara saman. Það er mjög reglulega tónlist á listaviðburðum, hvort sem hún er spiluð af bandi eða fengin trúbador eða einhver til þess að vera út í horni að spila. Algjörlega. Og ég veit ekki alveg af hverju þetta er, en ég held að þetta sé líklegast eitthvað tengt varðandi kannski gildið eða já, einhvers konar, það er eitthvað svona, þetta er einhvers konar píramíti sem er ekki alveg við erum svo tilbúin til þess að við erum rosalega stolt af myndlistarmönnunum hérna stóru sem við eigum, meisturunum, Kjarval og Alfred Flóki og Nína og eitthvað svona sem við getum nefnt í þessu samhengi og sama með tónlistafólkið, Björk og Laufeyju og Sigur Rós og við erum alveg svona, við höldum með þeim en það er svo skrítið að við einhvern veginn sem samfélag séum með þessa minnlóku samt gagnvart því að búa til fleiri. Já, þetta er eitthvað svona, þetta er svolítið kannski svona, það vantar svona kannski að sjá og skilja að þetta er bara grafalvarleg bara vinna og þetta er ótrúlega erfið vinna. Þetta er ekki hobby, þannig að já, þetta er svona eins og, þetta er alveg eins og allir að þjálfa landsliðið til þess að komast í gegnum einhverja Evrópumót eða eitthvað annað slíkt, þá þarf bara rosa mikið aga og tíma og vinnu og það er sama með listina. Þetta getur verið líka rosa mikið svona heppni og vera maður réttur stað, en þetta er gríðarlega mikil svona þrautseigja og vinna. Mér finnst að ég upplifði rosa mikið eins og við séum, ef við hugsum listir og menningu sem kannski, eða bara listir sem kannski auðlindir, þá finnst mér eins og ríkið, Ísland, við séum kannski ekki að nýta alla auðlindina, við gætum verið að nýta töluvert meira. Þetta á örugglega við tónlistina líka, það er, þú veist, eins og með, bara ef við förum inn í listamannalauna samtalið að þá, þú veist, ég veit ekki hvort það sé kannski 20% af þeim listamönnum sem ættu faktist að vera á launum, fá laun. Þannig að það er rosa mikið af... Hugsa ykkur hvað við erum að fara með sér mikið. Já, við gætum verið að græða miklu meira, ef við hugsaum bara að græða, ef við hugsaum peninga og eitthvað svona, við værum að græða miklu meira í landkynningu og bara raunverulega peninga ef við værum að setja meiri peninga í þessar grunnstoðir. Og líka var þetta húsnæðið, sko, ég held að eina lausnin sé út frá þessu kerfi sem við búum í dag, þá er eiginlega eina lausnin bara að listamenn eigi sitt eigin húsnæði. Þannig að ég held að það er bara rosalega erfitt, þú veist, þó að borgin sé allir að vilja gerð og vill, þú veist, hafa borgina í einhverju ákveðnu vill hafa borgina í einhverju ákveðnu svona samingi, að þá eru það bara peningarnir og lögin sem ráða á endanum og þá þurfa listamenn bara að eiga húsnæði og já, þannig að ég held að það sé bara eina lausni, þannig að
Þú myndist þess á tónleikastaðina. Já. Það hefur aðeins verið, og við höfum talað um það svolítið hérna við þetta borð, áhyggjur tónlistafólk sem að það séu færri staðir til þess að koma fram og þeir séu að breytast. Og þeim fer fækkandi. Bara núna í byrjun mánaðar þá náttúrulega fór staður sem að var að stækka mjög hratt og var með mikla aðsókn, það var börn. Já, einmitt. Þau fóru á hausinn núna í byrjun mánaðar og þurftu að loka. Og svo er Hellirinn sem að hefur verið tónleikastaðurinn í T.M. Að hann lokar þá áramótin. Og það eru þá 2 tónleikastaðir sem að eru farnir og ef við erum að tala sko frá mínu sjónarhorni sem meðlimur í hljómsveit sem að stór hljómsveit eða sem sagt það eru margir meðlimir að þá þurfum við alveg smá pláss og þá eru í rauninni eftir Lemmy í Austurstræti og Dillon. Það eru vissulega fleiri staðir en þetta eru þessi litlu staðir. Já. Það er ekkert hlaupið að því fyrir hljómsveit að bóka Hörpu eða Iðnó eða Borgarleikhúsið eða eitthvað. Það bara kostar allt rosalega mikinn pening og er mjög erfitt. Þetta náttúrulega eins og þú komst inn á að þá þetta rosa mikil vinna. Það gríðarlega mikil vinna og miklir peningar sem að fara í það að vera í hljómsveit. Það að gefa út plötu í dag er auðveldlega 1,5–2 milljónir ef maður er að spara sko. Og það eitthvað sem að við fjárfestum bara gjarnan úr eigin vasa. Og þetta verður dýrara ef maður hefur ekki jafningjastuðningin og getur svona tekið út greiða hvor hjá öðrum og svoleiðis. Já, það samt svolítið þannig í tónlistarsamfélaginu að við erum búin að sætta okkur svolítið við það að jú, vissulega eru greiðar á milli vinna en það yfirleitt alltaf í bara 5–10% afslætti af vinnu. Sem náttúrulega bara mjög fínt. Sem mjög fínt en á sama tíma ef þú ert í nýrri hljómsveit sem að koma inn á markaðin og þú vilt fara og taka upp efnið þitt þá ekkert endilega með þetta tengslanett. Nei, mitt. Og tala nú ekki ef þetta hljómsveit sem að krakkar í milli 18 og 20 að það er rosalega erfitt að fá nýjar hljómsveitir inn á markaðin nema að þær séu styrktar alveg í döðlur í rauninni. En Akkur heldur að við séum, við veljum einhvern veginn svona sem samfélagi að jaðarsetja listafólk svona með þessum hætti og þá kannski líka bara letja börn og úlinga til þess að feta þessu slóð vegna þess að hún eins og samfélagi okkar byggt upp, þá þurfum við að eiga rosa mikinn pening, við þurfum að hafa mikinn tíma í vinnuna okkar og við einhvern veginn horfum á listina meira sem hobby, ekki sem eitthvað sem þú getur lagt fyrir þig og lifa þá. Erum við ekki á svolítið rangra braut með það? Eins og þú segir, það svo mikill auður í virku, músík og myndlistarlífi og jafnvel sá sem ekki talin svona til peninga, það auðvitað mikið auðmagn að fá að njóta listar. Er það ekki kannski bara það að við erum okkur svolítið kennt að við eigum að feta þessa braut sem að þú klárar grunnskóla, þú klárar menntaskóla, þú klárar háskóla, þú ferð í vinnu, þú vinnur þessa vinnu og allt annað áhugamál og það alveg sama hér á Íslandi, það eiginlega alveg sama hvort þú horfir á afreksfólk í íþróttum eða afreksfólk í tónlist eða
Jafnvel í myndlist, það eru flest allir með einhvers konar dagvinnu. Og það getur alveg verið erfitt líka fyrir tónlistamenn að vera í dagvinnu og svo allt í einu meika þeir það og þá þurfa þeir að fara túra út allan heim og hvað verður dagvinnuna þegar svo túrin búinn. Já, en fyrir tónlistamenn borgar túrar eiginlega ekki neitt. Nei. Þetta mestmegnis kostnaður. Við fáum eiginlega ekkert fyrir listina. Erum við að búa til svona stéttaskiptingu bara í samfélaginu þannig að kannski börn efnameira fólks geti frekar farið og verið skapandi? Það kannski þarf ekki að hafa þessu sömu áhyggjur. Það er fólk sem erfir kannski eitthvað svona. Á sterkt bakland. Já, jú, það er mikið talað um þetta til dæmis í Bandaríkjunum og þess sem ég tók master í myndlist. Þetta er mikið áhyggjurefni og hefur verið lengi sko. Ég man þegar sonu David Beckham gaf út ljósmyndabók og allir hlóður og sló mikið af henni en hún var þetta bara einhver strákur að tjá sig og á alveg rétt á sér eins og akkurat og alveg rétt á sér eins og hvaðna en það var svolítið svona, já þetta er svona og það er oft einmitt að börn ríka fólksins það fer oft í skapandi greinar vegna þess að það getur það. Já, það hefur þá kannski andrými til þess og kannski líka hvatninguna. Já, listir eru sko vel metnar, það er hort upp til þeirra og borið virðing fyrir þeim á meðal hvað maður segja svona almennings já, nei, svona efri stéttar þú veist, en þó svo hér á Íslandi að þá mætti alveg vera fleiri þú veist, allir þessi sem eiga alla þessa peninga mættu alveg vera duglegir í að kaupa myndlist og styðjana þú veist, að þetta er líka þú veist, samfélagið þetta eru líka, einstaklega geta gert alveg gigantíska hluti bara með því að kaupa myndlist segjum svo að og kannski fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að þetta er kannski svona eins og einhvers konar píramída dæmi að sá sem kaupir listaverk bara leið og viðkomandi kaupir listaverkið þá hækkar það í verði þannig að manneskja sem getur keypt verk hún getur gert alveg rosalega mikla hluti fyrir kannski ekkert svo mikið og þannig að ég veit ekki alveg þetta er svo en svo er þetta svo erfitt samtal líka peningar og list að þetta er svo viðkvæmt og þetta er einhvern veginn svo þunn lína að þú veist að það má ekki verða hvati fyrir sköpun að fá pening fyrir að því þá er hún kannski ekki alveg rein og svo þetta er mjög erfitt samtal en sko sem listamaður ef ég er og þegar ég er með peningaráhyggjur þá er ég ekki að skapa raskat sko. Þannig að þetta er eitthvað svona bara einhver algjör steypa að halda það að listamaður þurfi eitthvað þjást til að skapa, hann skapar ekki neitt sko þegar hann þjáist hann getur kannski unnið úr einhverju þjáningu síðan meir en að með þú ert að hugsa hvernig á ég að borga reyningin næsta mánaðamót þá er maður ekki eitthvað að skapa einhverja briljant list sko þannig að sko jú, þetta er eitthvað fín millilína en þetta er eitthvað fín millilína milli ríkistyrkja og enga geran sko ég held að þetta geti alveg búið saman sko það þarf bara svona sitt lítið á hverju en kannski líka bara að allir einhvern veginn gera sig grein fyrir því að hver einasta manneskja getur gert eitthvað þannig að eins og með tónlistina já, ég meina en svo, þú veist, ok, segjum svo að það er manneskja sem á peninga og vill gera eitthvað með þessa peninga það er kannski minni líkur á viðkomandi vilja kaupa eitthvað húsnæði manneskja vil frekar að setja peningarnir á banka og lifa á vöxtunum
þannig að þetta er svolítið vand með farið með þetta þarf einhvern veginn að vera ríkisstyrt og borgarstyrt. Það þarf að vera svona samkomulega í samfélaginu að bara nú ætlum við að gera listafólki, tónlistafólki, myndlistafólki, bara rithöfundum öllum, einhvern veginn skapandi fólki, hátt undir höfði og ætlum að hafa hérna þetta rými hér í miðjunni. Og það, ég meina, svo er þetta hægt að velja bara og ef maður vill ekki vera partur af því þá getur maður að fundið sér eitthvað annað. Já, þannig að þetta þarf að koma svolítið frá ríki og borg af því að þeir sem eiga peninga vilja oftast eignast meira peninga heldur en að gefa það. En var ekki bara í fréttum fyrir ekkert svo löngu síðan að það kom í ljós að Reykjavíkurborg á haug af húsnæði sem ekki í notkun? Jú, það rauninni, það ríkið sem á, hvað voru það, 70.000 fermetra af steypu á borgarlandinu. Þannig að þetta er svona ríkið fór, ef mér misminnir ekki þegar gert var upp úr kaupþingi, var búið til nýja kaupþing og þar var sjóður og hann fór í að fjárfesta meðal annars í miðbænum. Þannig að það er til fullt af plássi og það er til fullt af húsnæði en það er bara tómt. Já. Og maður veltir einmitt oft fyrir sér í þessu samhengi, ég meina fyrir heimilislistfólk og fyrir listafólk og skapandi fólk bara úr öllum geirum einhvern veginn, hvort það sé, hvers vegna þetta sé ekki nýtt? Það hefur verið svolítið svona það sem ég hef aðeins velt fyrir mér, sérstaklega í ljósi þess að Reykjavíkurborg hefur verið að taka þátt í tónlistaþróunarmiðstöðinni og þetta er félagsmiðstöð og þarna áfengi er bannað, vímuefni eru bönnuð og tónleikarnir sem eru haldnir þarna eru fyrir alla aldurshópa og þarna eru allir velkomnir og maður hefur svona svolítið veltið fyrir sér af hverju ríkið og Reykjavíkurborg steig ekki bara inn í strax og sagði, heyrðu, ok, hér eru komin einhverjar ágreiningar um leigu og eitthvað, við eigum hérna húsnæði, þið getið farið hingað eftir þetta langan tíma, bara hægt og rólega að flytta ykkur yfir, en í staðina þá kom það til þess að hljómsveitirnar fengu bara að vita, hér lokar áramót og við vitum ekki hvað. Er þetta einkaaðilar sem eiga húsnæði? Já. Og nú að fara að breyta í einhverju þarna umhorfs á Grandanum. Þetta sé bara partur af því. Einmitt eins og þið eru svona að bíða eftir á Ægisgötunni að ykkur verði svona rutt út svo verið hægt að búa til pláss fyrir hótel og eitthvað svona. Einmitt. Gentrified, eins og sagt er á ensku. Já, einmitt. En svo alltaf líka verið að auglýsa að Reykjavíkurborg sé svo mikil listaborg og hér sé svo mikil grúska og svo bara hægt og rólega er verið að ýta listafólki í burtu og úr miðborginni og En á sama tíma erum við með tónlistastjóra Reykjavíkur sem og hefur svona grasróta tónleika í Hörpu og reynir ég veit ég að því ég þekki hana en það er samt það er sko þessi jaðar músík sem að verður svona gengur svolítið út af Já, það er rosalega mikið af jaðartónlistin, náttúrulega er þungarokkari þannig að ég er svona ég er í jaðrinum að við verðum mjög gjarnan út undan fáum lítið að taka þátt að náttúrulega hefur verið mikil uppgengni í þungarokki þökk Skálmöld til dæmis. Skálmöld gerði rosalega mikið fyrir til að vekja athygli á íslensku þungarokki og hafa örugglega svona átt sinn þátt í því að byrja að byggja upp. En svo er líka sko ríkið er með styrki fyrir tónlistamenn til þess að koma til Íslands. Erlenda tónlistamenn, erlendir og íslenski tónlistamenn geta sótt styrki eftir að þeir eru búin að vera í stúdíói og fá 25% endurgreiðslu af stúdíókostnaði. Og
af hverju þá ekki hægt að styðja við þessi rými sem eru hérna heima. Sem eru hérna heima. Í staðan fyrir afsláttinu að kaupa þau bara og rukka leiður. Er ekki bara að leita að finna einhverja lausn fyrir ykkur eða vitið, nei þið vitið ekki neitt. Þið eigið eftir að fara bara hvert bandi sína áttina og eða hvernig verður þetta? Sko eins og þessu var lýst fyrir mér á fundinum þar sem að hljómsveitarnar voru kallaðar saman að þá átti að loka áramótin og væri verið að leita nýju plássi en svo þegar nýja plássið komið þá þarf náttúrulega að græja það þarf að smíða rýmin, það þarf að fá arkitekta til þess að teikna þau og samþykkja og það þarf alls konar skipulag og rafmagn og allt saman og setja upp tónleikasal og svið og allar græjur til þess að tónlistaþróunarmiðstöðin geti haldið áfram sínu hlutverki. Og þið voru með styrktatónleika, var það þó til þess að styrkja við, til þess að koma í veg fyrir þau myndi þurfa að fara eða? Nei, styrktatónleikarnir voru vegna þess að við erum að fara að þá þurfum við að geta greitt fyrir flutningskostnaðin. Ég skilði. Þetta svo mikið, þetta náttúrulega gríðalegt magna af tækjum og búnaði og annað sem er bara eign hússins eða sem sagt eign TTNM sem að þarf að fara í geymslu. Ég skil. Þetta náttúrulega allur tónleikastaðurinn, það þarf að pakka honum öllum saman og setja hann inn í geymslu einhver staðar. Ef húsnæði finnst ekki fyrir þann tíma. Já. En þó að húsnæði finnist að þá kostar samt flutningabílinn og fólki bak við það mögulega gámur bara til að setja dótið í allt sem þarf að henda og það þarf að kaupa gám eða leigja gám til að henda því. Vitið þið hvað húsnæði eitthvað kostar eða væri hægt að kaupa það eða? Það er ekki til sölu. Nei, ok. Það held ég að hafi bara verið gert mjög skýrt. Þetta er áhugavert. Hvað er svona ykkar svona draumahúsnæði? Góð spurning. Já. Draumahúsnæði fyrir okkur þetta er kannski 1100 til 2000 fermetrar þar sem við getum skipt upp í 40 fermetra rými. Við erum með 2-3 hljómsveitir í rými. Smáhljóðinangrun þarf ekki að vera mikil, það er allt í lagi þó að blæða á milli. Og það sé rafmagn og það sé stöðugt rafmagn. Við gerum ekki mikið meiri kröfur en það. Og staðsendingin er svolítið góð þarna út á Granda út af því að þetta er ekki mikið svona íbúðabyggð. Já, þetta er mjög kjörið. Þetta er mjög kjörið og þannig er opnunartími, þannig að það er opið frá 6 á kvöldin til miðnættis og það er best að vera með sólarhrings myndi henda mörgum. Það myndi henda mjög mörgum að vera með sólarhrings. Þetta hefur verið eitt helsta umkvörtunarefni hjá hljómsveitum í TTNM en þarna eru eins og Frumherji á neðri hæðinni og Farmers Market og þarna er fólk bara, þarna eru fyrirtæki með opnun og þetta hefur náttúrulega, það er hávaði sem að fylgir þessu og það hefur áhrif á opnuntíma fyrirtækja. Já. En það er náttúrulega að væri kjörið að vera með 24 tíma opnun en það á móti líka kemur svolítið inn á þetta að það sé vaktmaður, það er alltaf vaktmaður til staðar af því að þetta er í rauninni félagsmiðstöð og þetta eru svo margar hljómsveitir og svo mörg rými og það er margar milljónir af tækjabúnaði þannig inni. Þetta er svona tryggingamál. Líka, já. Að það þarf að vera einhver á staðnum og það er ekki hægt að ætlast til þess að það sé einhver á staðnum 24 tíma. Akkurat.
Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísdóttir, listamaður og Magnús Ebbi Ólafsson, tónlistamaður og bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta. Nú erum við allavega búin að opna þetta samtal og það er vonandi að við náum eyrum einhverja sem annarkvort eiga peninga eða ráða í þessu landi og þau svona heyri hversu mikilvægt og gott það er að halda listafólkinu góðu og rýminu þeirra svona skapandi og í friði. Takk. Takk fyrir. Og á þessum nótum skulum við ljúka þætti kvöldsins. Ég þakka þeim sem á hlýddu og öllum góða gestum, samstarfsfólki mínu þakka ég samveruna í dag og minni á að á samstöðum.is er hægt að gerast áskrifandi. Það er lítill hnappur og þið kunnið þetta nú eflaust sem horfið oft, en lítill hnappur sem stendur áskrift og leiðir ykkur í allan sannleikan hvað skuli gera. Ég þakka fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.